Jáp, kæri hlustandi, það er 50 lotan sem að hilsar á fallegum vikudegi. Mjög góð helgi að baki, þar sem að nefaleika árið fór á stað. Fyrsta vor byggamót HNI og að gera góða hluti. Og svo er sjálfsögðu UFC 312. Já. Rétt talið. Nei, þetta er bara fætt. Nei, já, þetta er bara Nei, þetta er Fight Pass. Djöfull plataði ykkur. Já, auðvitað. Djöfull er En það gæti alveg verið pay-per-view. Þetta gæti verið pay-per-view. Þetta er flott kart. Það er allavega svona, þú veist, með við hvað Comain er góður, sko. Já. Og þá er þetta alveg... Ég Comain og Comain. Já, í þriðja síðasti bardaginn líka mjög flottur. Já, geggjaðar. Þannig að Dana White er að gera hann er að gera vel við sátana. Já, ég held að sátarnir sé að gera vel líka bara við bardaginn heiminn, sko. Já, og ég held að sátarnir sé að gera vel við Dana White. Já, ég held að. Dana White bara, hann er klára ekki í vendan og bara, ég elska sátarna. Já, ég held það. Já, þannig að ég held að... Sátarnir búin að vera duglegir í íþróttaheiminu síðustu ár að styrkja. Já, einmitt. Já. Líka bara svo geggja fyrir okkur að geta horta á þetta á svona sæmlegum tíma. Já, hvenær byrjar kartið? Þetta er bara 6 kvöldi. Nice. Þetta er bara besta. Við náum bara að það verður búið 11 leiti. Já, þetta er einhver algjör veisla, sko. Geggjað, við vorum alltaf á byggamótinu helgina, þar sem við fengum 12 barða. Jú. Það var einn sem var frestað, sem verður þá bara, hann verður leikinn næstu helgi. Hver var það? Það var Kormákur. Já, Kormákur var eitthvað veikur, já. Já. Og þeir bara samþykktu að taka þetta á næsta byggamóti. Já, þeir eru hvort þeir bara tveir, hann og Almar Sindri frá HK og saman tveir í flokki, þannig að... Já. Ekkert major issue. Við byrjum á smá trivjaspurningu. Hvað voru margir nýliðar sem voru að berjast sínu fyrstu barða á mótinu? 2? Nei, þú veist, það voru bara svona 4 barðar uppi síðan, sko. Ég ætla að segja 6. Ég taldi 12. 12 nýir? Já. Aha. Ha? Já, það var vonlega svo mikið að nýjum, sko. Ég held að það hafi verið 4 nýir barðar uppi síðan. Já. Það er rosa. Já, það er rosa mikið. Já. Ég vona að ég hafi pottet ekki... En allan svona, kannski, þú veist, sem eru svona nokkuð nýjir fyrir okkur, og svo er til dæmis, þú veist, eins og Arnar Jaki, sem kannski, þú veist, svona vakti mikla athygli. Ég held að það hafi verið 3. bardaginn hans, til dæmis. En samt svona, þú veist, kannski, eins og fyrir mér var ég að sjá hann berjast í fyrst skipti. Þannig að, já, þó kannski einhverjir hafa... Náttúrulega einhverjar sem ungur eru búin að taka svona diplóma og allt svona þannig, sko. Já, það er ég meina sko fyrir utan diplóma. Já, einmitt. Ég til það ekki mér sem barða, sko. Ég held að það fara ekki í bókinni innan pessi. Nei. Við þurftum kannski að tjekka því. En bara úr öllum kimum landsins, þá var einhver nýliði. Já. Þetta var það var bara, þú veist, Akureyri og einn frá Akranesi eða ekki. Já, en það var enginn frá Reykjavík MMA á þessu móti. Nei, Glímufélag Reykjavík tók sér pásu á meðan þeir eru svona að endurbyggja svolítið. Já. Það var svona einhverjir krakkar sem mistu áhugann og svona eins og gengur gerist. Er Remig komin aftur inn í þetta og fullt það ekki hjá ykkur? Remig er að þjálfa keppnisópin og Alexander Junior heldur áfram að æfa úlingana. Held ég alveg bátið. En Remig er sko nöystikkur og hann geggja bókstafari, sko. Þannig að hann er búin að kjöta sig í gang. Hann er búin að kjöta sig í gang, sko. Það er litla holdið sem er á honum, gamla remulaðið. Áður en er lengra haldið, má kannski aðeins svona minna það að þátturinn er, með styrtarala, 15 lótan og MMA-fréttir eru þetta í boði míningarsins, heimavelli barda íþrótta, eða stór viðburður framundan, þá veistu að hann er sýndur í míningarnum. Svo er það M-Fitness, íþrótta, fatnaður, lóð og jókavörur, Stórhöfða 15 og Tryggvabraut 5 Akureyri. Svona nýr styrktaraðili, það er Yngling fæðbátuvörur, Ashwagandha, Fatigosha og Shilajit á samt öðrum sveppablöndum, öll þessi góðu fæðbátuefni sem þú finnur ekki endilega annar staðar. Svo er þetta Myrkvun gluggatjöld, Snjall gluggatjöld og Myrkvunartjöld á Smiðjuvegi og myrkvun.is. Svo er það Prepparinn, auðveldasta leiðin til að borða holt. Prepparinn er á Suðurlandsbraut og Orkunni Vesturlandsveginn. Það er boxbúðin í Kópavogi, boxbúðin.is. Vandar nefaleika og jiu-jitsu-vörur, endilega kíktu við og þar finnur við hágæðavörur sem að henda þinni íþrótt. Svo síðast ekki síst er það Seiðkallinn í Fákaþinni, hreinar náttúruvörur, náttúrulegir sterabústarar og lífrænar afurðir. Svona ekkert rugl og bara mjög góðar heilsusamlegar vörur sem finnur ekki endilega annars staðar í stórum mörkum. Sem er lykill. Það er lykill. Þetta eru styrktaraðilin okkar sem að gera allt mögulegt og halda okkur gangandi. Já, þeir eru nú eftir að nýtast mér vel núna þegar ég er að fara byrja á weightcutið minn. Ég fór steg á veiktinni gera 88
88? Já. Hvað, ert þú þessi Chupa Chop sem allir að tala um? Nei, ég er búin að geta brauð núna í 4 eða 5 daga straight, bara í öll mál. Ertu búin að blankur og geta frá öndunum? Já, eiginlega, þú veist, ég er bara farin niður á tjörn og veitt upp brauð af tjörninu og borða það. Já. Og og ég er bara búin að hlaða svo mikið af vatni og ég byrjaði að taka aftur eplaðið mitt í morgun. Ég pissaði 6 sinnum fyrir hádegi. Það segir mig hversu mikið af vökva ég er búin að hlaða undanfærið. Þannig að spenntur fyrir því. Nú pæligar að setja kannski eitthvað á grammi líka. Að setja á grammið? Já, Þú svona... ert að pissa? Nei, hvernig ég ætla að losa mig við 8 kíló og 2 mánuðum. Já. Og æfingar og svona. Skemmtilegt. Já, endilega. Þannig að hérna var staðfestu bardagi. Já. Síðasta þætti. Ég og þú mætust í apríl. Eru komið dagsendingu það? Hann sagði 5 vikum eftir ég kemur heim frá Tælandi. Ég kem heim frá Tælandi í mars og 5 vikur eftir mars. Kemur ekki 2. mars? 4. mars. 4. mars. Þannig að það er svona styrka önnur helgin í apríl svona. Já, við erum að... Já. Þetta er 5. apríl. Já, 5. eða 12. apríl. Já. Eru þá mjög líklegir. Já, ég er svona 12. apríl er bara fínt. Já, ég er alveg til að hafa þetta 12. apríl. Já. Það er bara skráum það niður. Já, ég var að pæli að sýna þess frá æfingakampinu mínu og þá weight cutinu og svona það fólk finnst mjög skrítið eins og í sumar þegar ég droppaði 10 kílóum eða 8 kílóum á 4 vikum. Fólk í vinnun og svona mjög forvitið hvernig maður fer að þessu. Já, áhört. Þannig ég ætla að pæli að sýna þess frá því núna. Já, áhört. Ég þarf að kjöta mig upp. Já. Ég er bara 78 kíló og við ákveðum að mætast í 80. Já. Ég er sko undir 78 kílóum sko. Það er ekki vesen að bæta sér 2 kílóum. Já, en ég ætla ekki að vera á nulli, skilu. Ég ætla svona kannski, þú veist, hvað ætla maður eitthvað aðeins og svona. Já, ég ætla... Nei, day before. 80 kíló? Ég bara til að vera öryggir, skilur ég meina, ekki að hafa þetta... Ég reikna ekki með að vera þyngri en 81-2. Já, við höfum þetta bara same day. Nei, við höfum þetta day before. Það er þægilegt, og getum við að vera með svona smá ceremoníu, mætti með eitthvað stæla. Við getum gert þetta einn á þau líka. Já, en þá er ég að, þú veist, pre-peppa og svona, þú veist. Ég segi same day. Þetta er 80 kíló, við hugsaum upprúlega 77, nú mætum við 80. Það getur alveg gert same day. Við skulum aðeins melta það. Út af því að ég er 88 kíló, sko. Já, þú ert með, sko, það er 2,5 mánuður í stefnu. Já, yfirleitt þegar þú segir fólki ég ætla að missa 10 kíló á 2 mánuðum, þá er fólk eitthvað, vá, nógan tíma. Það er svona, hvernig anskanum ætlar að gera þetta? Og ég bara, ég svelta mig aðalega. Já. Þú getur gett ótrúlega hluti og bara borðar ekkert. Já, ég veit. Það er, sky's the limit. Sky's the limit. En skoðum það aðeins. Ég er alveg til í að melta það, en ég ætla aðeins að melta það. Já, ég ætla að gera svona, fara til Thailands og vera bara, drekka kókosneitur og klappa fílum. Já. Þetta er að breyta því í eitthvað camp. Ég meina, þú er samt að fara í frí til Thailand svona í 4-5 vikur. 4 vikur. 4 vikur. 4 vikur. Þar sem þú ert bara að fara að æfa. Já. Með gaur sem er amateur champ í MMA. Bantamweight og þú ert að kvarta. Já, yfir því að, þú ert að taka af mér tíma með fílunum. Getur fengið fílatíma en þau eru búin. Já, fíla það. Ertu ekki á Tinder eða? Það er eiginlega ekki lengur maður, þetta er Tinder leðilegt. Já, ég veit. Nei, Tinder er ógeðslega skemmtilegt. Já, þetta er hræðilegu staður. Nei, þetta er ógeðslega. Þetta er snilt maður. Þetta er snilt. Það er gaman að vera bara, það er góður í kjaftinum. Já. Og þið finnst bara gaman að bulla og ég er ekkert alltaf í stuði, sko. Nei. En svo, þú veist, matchar eitthvað og svo er þetta bara ægir alveg til að stúsast eitthvað og vera með eitthvað effort. Já. Sendir maður einhverju píu bara, hvað, þú veist, er þetta bara ertu alltaf svona sæt, er þetta bara heppilega myndir, eitthvað og fara eitthvað að koma tilbaka og svo byrja bara að spjalla, skilur. Já, sko, ef ég man þetta rétt, þá var þetta svona when it rains it pours dæmi. Það var kannski þurrkutímabili 2-3 vikur og svo að brjálað að gera í 3 vikur. Það gerist eitthvað svona í collective female einhvern veginn. Það er, þú veist, það komur svo tímabili þar sem allar konur hafa áhuga á að kynnast manni og svo kemur bara svo tímabili þar sem bara allar konur eru bara, nei, nú er það bara me time, sko. Já, það geta alveg verið, sko. Það er eitthvað svona, það er seasonal, eitthvað. Já, svo bara kemur hjörðin og heyrir bara, já. Bara konurnar að koma. Það er nefnilega, það er smá fyndið, sko. Ég held að verði svona lonely rétt fyrir jól og svona koma alls konar svona season. Svo, jólatími, ég hef gert í því að vera einhleipur kringum jólin. Það er high season og það eru svona einar og einmanna, getur maður líka hendi svona
línur eins og þú veist eitthvað, með þetta kærist yfir jólin, ert þú líklega? Og það er, neða, þú fyndin, út af því að það er svona eitthvað, ég er að hugsa þetta eins, skilur, það virkar. Hefur þú hérna boðið eitthvað svona dick in a box í eitthvað svona jólagjöf, verið það að vinna með eitthvað svoleiðis kannski? Nei, ég hef ekki verið að vinna með dick in a box. Það er ekki með svona happakassa eins og núni. Mér finnst það þetta geðveik hugmynd. Þegar hann sagði mér það var ég bara eitthvað, why didn't I think of that? Yeah, it's genius. Já, ég meina, hvað fórstu að deyta daginn fyrir 900 krónur eða ekki? Jú. Fucking vel sloppið. Sko, 900 krónur, samt tvíliða, skilur við. Það byrjaði að deyta við að leyfa henni að skafa hapaþrennu. Nice, og hún tapaði, en hún var samt ánað, skilur. Já, ég er náttúrulega vinningurinn, sko. Herru, þetta við þurfum að vera með svona... þig. Getum við verið með svona 15 notan eftir dark. Já, sko, ég var samt alveg til í að prófa að gera þannig þátt. Þegar ég og Byggir erum náttúrulega báðir conspiracy theory geðsjúklingar. Við erum bara svolítið á sikkori, þú veist, conspiracy theory-inu og Nonni á þetta til líka, sko, og ég heyri þetta meira frá Bygga. Ég var reyndar að meina svona Tinder og romantík, sko, fyrir ekki en hérna samsæðiskenningar. Átján plúsugur og eitthvað. Ertu með eitthvað svona samsæðiskenningu með konur séu kannski ekki til? Það sé bara eðlur. Ekki ennþá, en mögulega skæti hún alveg orðið til. Já. Skemmtilegt. Herri, ef að renna þess yfir byggamóta, því þetta er sko MMA þáttur. Já, þetta er bardaðaþáttur, já. Þetta er bardaðaþáttur. Við erum að fjalla bardaðíþróttir. Það er rétt. Hérna, það var hnefaleikamótið sem að við streymdum live og gekk vel í þetta skiptið. Ágætlega. Ekki nokkuð vel. Nokkuð vel. Það var gott í lokin. Já. Þegar maður er búin að hasja það allt saman út. Næst verður vonandi geggjað. Já. Eins og hérna Jón Lúðvíks, hinn ágæti maður, sem er mjög þægild að vinna með. Já. Er bara, þetta á bara að vera betra og við bara höldum áfram. Já. Hann svo skilningsríkur hefur gerað mistök, sko. Já. Sko, formaður hnefaleiksambandið, það er svo þægild að vinna með honum og þetta er svo góðu maður og hann er svo skilningsríkur. Já, það er bara lykilatriði. Já, þegar ég er bara í tárum hérna í ykkur tækniflækju, þá hann er bara, já, vinur minn, þú bara heldur áfram að gera þetta besta og þetta verður bara betra næst og maður bara alltaf aðeins betri hvert skipti. Já, nákvæmlega. Allt í henni farið bara væga slæsa af pepperoni og hann bara peppar því í gang. En það er bara ótrúlega mikilvægt fyrir okkur við erum svona ákveðnum vaxtaverkjum, náttúrulega. Já. Við erum að bæta við okkur verkefni, við erum að gera svo Biggi er náttúrulega búin að vera að eisa þessi fucking reel, sko. Já. Geðveik reel, og alltaf verða betri og betri. Þú veist, ég leik mér aðeins daginn að skrolla aðeins niður og skoða svona fyrsturinn og þú veist, munurinn er svo ævintýralega mikill á production value-unu í reelunum og svo náttúrulega þessi streymi og þetta, þú veist, þannig að það verða alltaf ykkur smá vaxtaverkir þegar við erum að byrja eitthvað ný verkefni en við tökumst á við þau og gott að vera með eitthvað stuðning frá okkar samstarfsfólki með það. Algjörlega. Herru, hérna hnefalega árið byrjaði á viðureign milli Tristan Stiff og Hilmar Þorvaldssonar. Þeir settu tóninn maður. Þeir gjössamlega fóru í stríð þessi strákar, sko. Þetta var geggjaða bardagi. Split decision. Mér fannst hann lenda í vildsóttni, sko. Ég var að hallast að Hilmari, sko. Já, ok. Ég var sammála dómarákurinn hérna. Já, ég hugsa sko mér fannst það bara svo þetta var eins hreinrækta split decision. Það er þetta alveg rétt, sko. Og það frekast getur verið. Þannig ég get ekki verið ósammála. Nei. Og ég hafði ekki að take með þennan bardaga. Annað en ef einhver segir að þetta hefur verið eitthvað volkóver eða eitthvað svona einn hafi unnið augljóslega. Ég fíla ekki það take. Mér fannst kannski Tristan, hann svona lendi svona þingri höggum sem voru samt svona partially blocked sem hann náttúrulega á ekki að fá hann stig fyrir. En mér fannst það með Hilmar svona ná inn svona bara svona tötsan hreint. Já, svona hreinni höggum. Þannig að ég var svona, hann var svona popp upp svona stig meira í mínum haus, sko. Já. Sem er svolítið svona, finnst mér vera svona world class stílinn. Power stílinn, sko. Að vera bara ógeðslega aktífur og svona poppa inn stig og svona. Mér fannst einmitt út af, mér fannst hann svo aktífur, hann var svo góður og svo var Davíð bara hóndinu og bara verður hann meira bara á fremlifætinum og bara meira en mér fannst hann svo mikið þannig, sko. Hann var að gera svo vel í því, sko. Það er greinlegt að það er gaman að fylgjast með Davíð, hann er svo miklu ástyrður fyrir þessu. Hann er miklu ástyrður fyrir þessu. Og miklu kröður. En ég var mjög hrifinn af Tristan Stiff, sko. Þetta er alveg svona, sko, að mér finnst, sko, hann hefur heilsamur eitt mann þar sem hann er ekki, sko, í gallanum með höflífana, sko, og þá þekki hann ekki, sko. Í alvörinni, ég hitt hann í sánunni í Kringlunni, World-class Kringlunni. Hitt hann þar í haust. Já, áhugavert. Spjallaði hans við, þú veist, heyrði bara að hann var að tala box og ég fór eitthvað að spyrja hann út í
út í hvort hann var að æfa box og hann eitthvað, ég bara eitthvað, byrju, heitir ekki Tristan eitthvað, jú. Og kom hann eitthvað, ert þú ekki í lotinni? Ég bara eitthvað, jú. Þessi myndan hann drengur ykkur ég maður kveikt alveg á perinu með Tristan Stiff svona bara örgulega snemma síðasta ári maður sá hann berjast fyrst skipti og hann bara þvílíkt góð tækni í þessum strák og ógeðslega flottur. Ógeðslega Hilmar alltaf líka. Hilmar líka, vissulega. En þetta var svona, þessi bardagi, Stifflerinn var einhvern veginn ég veit ekki, hann var svona einhvern veginn 2-3% betri bara á Ég veist að kannski setja meiri kraft í höggin sín þannig að svona þegar hann lenti höggum salurinn tók svolítið meira við því og svona, ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona blekkið dómara en ég ætla ekki að segja að þetta hafi verið eitthvað röng ákvörðun ég átti vona að Hilmar tilkynntur sigurvegari. En ég hugsa að dómarar hefur glátt versta lífsíns ef allir bardagar eru svona jafnir. Já, nákvæmlega. Þá væri bara svona, þú veist, ég þarf að launa eitthvað. Þetta var samt svolítið þannig, þetta var rosa mikið split decisions og mjög close bardaðum, sko. Já, rosa mikið. En ég fíla þetta mat, sko. Ég veist að þessi strákar, sko, þetta svona nýja Eiríkunótt og Hildur Loft. Já, svolítið. Þú veist, þeir eiga bara að keppa 10 sinnum og, þú veist, eiga bara að vera með einhvern annan á heilanum endalaust og bara æfa þannig til þú mætir aftur þú veist þannig til þú mætist aftur taka stöðuna og þeir gætu bara sem svona friendly grudge match inn í gæslappa eins og skrifaði gæti orðin bara geðveikt góður og þeir eru náttúrulega að fara að mætast í næstu 2 skipti ekki Hilmar hann í HF eða ekki? Nei, Hilmar í Tristan í HR Já, Tristan í Hafnarfirði Þannig þeir eru að fara að mætast aftur og ég hlakka bara til út af að ég hugsa að Hilmar sér bara fundist hann hafa unnið þetta þú veist, manni finnst maður alltaf hafa unnið svona, þú veist, þegar maður tapar close þannig ég hlakka til hvað hann mun vera núna bara að fókusa það í 2 vikur þannig að mæta hann aftur bara hvað hann ætlar að koma að svara fyrir sig Ég sé fyrir mér Hilmar bara svona, bara núna bara á sýttubandurinn eftir gangi hann er bara búin að vera nýri gimmi núna frá því á laugardaginn hann er með svona mynd af Tristan á veggnum og svona hníf í svona dart en ég er svona, maður vill ekki taka sides í þessu en ég vona smá að Hilmar taki næsta bardaga bara svo við fáum hreinan úrslita bardaga í loka ég er reyndar alveg samanlega, ég vil spennuna sem fylgi mér þeir eru báðið það góðir að það væri synd að fá ekki svona úrslitabardaga í lokin það myndi gera svo mikið fyrir þessa seríu sko. En eru fleiri í þessum flokki? Er ekki bara þeir í þessum flokki? Þeir eru bara 2 í þessum flokki sko. Náttúrulega Rónald Bjarki hann var náttúrulega berjast eitthvað við Tristan á síðasta bikamáti en hann var ekki skráður á þetta móti allavega Nei, hann var samt á staðnum Hann var á staðnum, já Ronald McDonald var á staðnum En sko, það er líka mikið undir sko því að þú veist, þannig að það sá sem vinnur þetta þessa viðreik, þennan 3-leik verður væntanlega default bara nefnilega kongur ársins það er alltaf í loka árs þannig að ef ég ætti svona 3-leik við eitthvað þá myndi ég aldrei vilja leyfa honum að vera eitthvað svona nefnilega kongur ársins nei sko það væri vont sko þannig að ég er mjög spenntur að sjá hvað gerist í HFV Dalsvögnin 10 næst. Já, 8. feb. 8. feb, þú er með þetta á hreinu. Já. Herru, fyrir maður kannski aðeins flokkina, þeir eru í 50 kílóum undir 15. Herru, 57 kíló undir 15. Alan Alex sem sigraði Sigurberg, Einar, Sibba. Mér varst Alan bara... Geggjaður. Hann var geggjaður. Hann var svolítið ákafur, hann var rosa ákafur. Mjög ákafur. Mér varst bara að vinna þetta bara svona á ákafðinni. Sammálaði. Sem er yfirleitt það sem Sibbi hefur, sko. Já. En hann var svolítið bara steamrólaður. Já, smá. Já, mér leiði bara eins og einhver hefði sett bara Ferrari vel í traktor. Og svo bara... Já, og svo svo hélt ég sko, að hann væri að fara að gasa undir lokin, sko. Ég var neði sérlega på að tala réttna bardaga. En ég held að hann væri að fara að gasa í 3. lótu. En svo bara einhvern veginn þegar hann var komin djúpa vatni og var hann þreyttur þá eins og hann hefði bara fengið svona auka second wind bara og Sibbi ætlaði að byrja að pressa hann og svona svara almennilega fyrir sig og eitthvað og Davíð var bara hvetja hann áfram endalaust sko en hann bara, pressa mig og hann bara, þú veist, kýldi bara Já, ég held að það hafi svolítið verið pressan sem að svona gaf honum þetta second wind hann hafi fundið fyrir henni og svona grafið djúpt verið látin grafið djúpt Já það er að vera gössamlega þindralaus ég meina þetta eru undir 15 Já það hjálpar það er ekki U40 nei það er ekki over 40 nei
Mér skeggja moment í þessu barða að Sibbi reynir eitthvað svona pressa á hann og hann bara svona hrindur honum í kaðlana og smellir hann og bara geggjað, sko. Það var svona no bullshit í gangi, sko. Ég held ekki að þessi fyrsti barðaðin hjá Alan, sko. Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Hann sé einn af þessum nýliðum, einn af þessum 12. Já. Sibbi var ekki búinn að berjast til þessu svona. Jú, ég meina Sibbi bara sigraði Tristan Stiff á Icebox núna síðast, sko. Já. Þannig að maður alveg sé hann nokkur sinnum, sko. Speaks volumes, sko. Ætli Tristan hafði að vera þingja sig, ætli hann hafði liftað eða bara keppt upp fyrir sig? Ég held að Tristan hafi keppt upp fyrir sig þá á Icebox stík, hann alveg hvað 7 kílóum léttari þarna á þessu byggumáti, sko. Okay. Þannig já, þannig að má ekki opna glugga ef Tristan í húsinu. Meira vesenið, sko. Spennt að sjá Alan Alex aftur, af því að hann eiginlega bara, þetta var svolítið þetta var svolítið hans sjó, en þetta var samt klóminn dómur á þessu. Já, það? Já. Mér fannst það meira svona hann skýr. Já, mér fannst þetta vera nokkuð augljós. En það getur blækt auga þegar menn eru mjög aktífir og eru bara að drita út högum, skilur. Já. Hvort að Sibbi hafi verið að lenda bara, þú veist, meira clean. Svo eru dómararnir mismunandi staðsettir. Það kannski einn dómari sem, þú veist, sumir bardaðinni voru að fara svolítið fram á ákveðnu svæði hringnum og voru svolítið þar. Og þá vont að vera kannski dómur á ákveðnum stað til að sjá hvað í gangi. Þess að svona uppercuttar á köðlunum þá maður bara glæta hann að dómarinn sjá hann á uppercut hversu vel hann lendir. Alveg bara gleymdi því, sko. En við lærðum allan að Alan Alex góður í djúpavatninu og Sibbi kannilega bara byggja sjóttin sín vel. Já. Þannig að veistu hvaða viðurinn þeir eiga næst? Bara aftur, bara þeir run it back bara 8. feb og aftur 20. annan. Þannig að þeir eru bara 2 í þessum flokki. Okay. Þannig að ég hugsa ef ég væri þjálfarinn hans Sigurbergs þá myndi ég bara smá meiri bringuhár og bara verður tilbúin í hvað hann ákafur. Ég held hugsa að geta líka verið svolítið sjokkrandi, sko. Já. Það Sibbi vanur og svolítið svona, þú veist, stjórnaferðinni. Já, og svolítið svona pressa og þannig að allt í hann komið með gauðir sem bara pressar á sig. Þannig að svona, öðruvísi. Örgulega skrítið að vera vanur að vera on the front foot og var allt í einu svo farin að bakka meira hlutan að barða. Það Sibbi náttúrulega kallaði sko trukkurinn. Það viðurnefnið hans. The truck, the dump truck. Nei. Færum einhvern aðeins áfram. 60 kíló undir 17. Volodymyr Moskvíčov sem sigraði Björn Helga. Hann kannski bara skammi ef ég pútsjar þessu nöfn. En ég hef ágæð að bera þið fram eins vel og ég get staðan verið að segja það ekki. Volodymyr Moskvíčov. Já, flott. Þeir voru báðir að berjast sinna fyrstu barða. Já, ég kannaðist allan ekkert við þessu stróka, sko. Nei. Þannig sko, með minni sko að Volodymyr hafi verið með mjög svona skemmtilega fótarhreyfingar og vinklaði mikið, sko. Þannig að það oft svona þegar krakkar svona að byrja að keppa þá fá þau svona tilfinningu fyrir svona hvað þeim finnst gaman að gera, hvort þessi Tyson liðin, hvort þessi gaman að slippa og vera með fancy fótarhreyfingar og eitthvað. Meðan Volodymyr verið rosa mikið svona fótarhreyfingar og ankles. Hann var mjög góður að stíga út og vinklaði alltaf út. Já, ég sammála. Staðsett sig vel, þú veist, þegar maður búinn að slá, fannst mér. Já. Það með byrjendur, það ekkert allt og algengt að lappirnar eltið á í högunum. Það skilja stundur lappirnar svolítið eftir og enda kombóin sín úr í jafnvægi og í lappirnar í vitleysu stöðu. En það var ekki þarna. Og líka bara enda á sama stað einhvern veginn, þú veist, það var góður að svona, þú veist, hann var með exit, þú veist, kom inn með högginn og fór út á vinkli. Já. Gerði það eiginlega hrygglega vel. Ég alveg hann var flottur. Hann gefum frá Annarmóta Skaga. Já, hann er á Skaganum. Já, á Skaganum. Hann mest alveg gaman að fá, þú veist, nýliða, því ég held að sé einn nýliði líka frá Þór og alveg gaman að sé margir, þú veist, mismunandi klúbbum í bænum, eitt frá Skaganum, eitt frá Þór. Þannig að nýliðar alltaf að koma, sko. 100%. Það sýnir bara hvað mikið gróska í sportinu. Já, það gerir þannig bara. En, sko, Björn Helga til komið að segja, ekki beint varnar, þetta bara svona aðeins til að minnast á það, sko, að það virtist hann nú að komin svolítið með verið komið með heimilisfangi og síman hjá Volodymyr undir lokin, sko. Hann var að hlaða í fyrstu 2 lótunum. Já, og hann gerir bara vel að vinna þær 2, en ég held að Björn Helgi vinni pottið 3. lótið, ekki?
Mér fannst það. Ég man ekki alveg eftir. Nei, þetta eru 12 bardagar Já. þú mátt gleyma pínu sko. Já, einmitt. Þetta rennur svolítið eitt graut sko. En hann var svolítið svona bara byrjar að finna hann og mögulega, þú veist, Lotmir er svona þreyttur og Já, þá verður kannski svona fótarhefingar pínu sloppy sko. Ég held reyndar að þreytan ef Lotmir hafi spilað svolítið stórt, en mér fannst Björnhelgi einmitt sína vel að hann væri að meðtaka upplýsingar í fyrstu 2 lótunum og hann nýtti þær í þriðju lótunni. Já, Einmitt. klálega. Mjög skemmtilegt. En svo var eiginlega bardaði sem ég hafði mjög gaman af. Það var Arnar Jaki á móti Arnar Geir í 66 undir 17. Mér fannst þessi Arnar Jaki bara vera eitthvað annað sko. Hann geggjaður sko. Holy fucking shit sko. Þú gætir ekki borgað með pening fyrir að stíga hann í ringi með hann. Nei, líka bara sko þolið og áræðinin því líkt sko hann myndi keyra yfir mann. Já. Þetta er gæðin sem ég var að bakka yfir tala inn í síðasta þætti að hafi sprengt mig í síðasta sparri sem ég fór í sko. Þetta er hann sko. Og þú veist, ég man eftir bara þegar að sparra við hann þegar hann var að byrja og þú veist, það er ekki það langt síðan. Svo bara tókum við lotaðan daginn og maður náttúrulega bara ganga frá mér sko. Hann er geggjaður. Og bara náði einni talningu þarna á hann og bara sýndi geggja, þú veist, hann var bara svo fokkin ákveðin. Já. Fokkin ákveðin sko. Þetta er bara shit sko. Ég horfði á þetta og ég bara hann hættir ekki. Hann bara veður áfram. Sko það verður náttúrulega geðveitt ef hann myndi sko mæta að loka með einhverjum gæja sem veður líka bara endalaust áfram og bara svona 2 svona unstoppable forces bara mætast í einhverjum svona klassísk skilur þá einhver deyr. Þú veist, Það er U17 samt sko. já. Ok, vonum að enginn degi sko. Einhver verður þreyttur. Já. En Arnar Jaki líka bara geða skemmtilegu gauð sko. Ég man að eitthvað þegar hann frétti að við varum í podcasti þá hann bara, má ég vera með því? Það var bara geggjaður. Hann bara, get ég komið á öfka, get ég fengið vinnu hjá okkur og eitthvað? Ég er vinnu? Úff. Við erum kannski fullanir en við erum samt blankir sko. Já. Við þurfum að fá hann í viðtal einhvern tímann. Já, ef hann vinnur byggamótið. Já, ef hann skilar aftur svona framist í næstu 2 skipti þá er hann í stólnum fyrir fram með næstu. Já, en Arnar Geir má alveg eiga það sko því að Arnar Jaki bara svona veður fram og bara sýnir enga virðingu sko. Arnar Geir kemur bara, hann smelta með 4 með fjarka, bara hægri okkur og svo bara stuttir seinna bara 3 og Arnar Jaki að vera pínu svona, ok, alltaf nei. Svo svona hægðist aðeins á bardaðum sko, hann var svona pínu tæknilegur og aðeins með hreyfingar og eitthvað og svo bara aftur bara Ég meina hann fekk hann smá respekt þannig að hann var svona örlítið að tjekka sig af. Þannig að hann tímasett hann vel í þessum höggum Þannig að Arnar Geir var svona hann átti svona moment sko en þetta var einróma dómarákurinn til Arnar Jaka sem var bara sem virkilega stimplaði sín. Já, mjög spenntur. My God. Já, geggjaður. Já. Fucking unit man. Eru þeir bara 2 í hóp, hvernig var það, maður sjá? Já, hvernig er þeir eru bara að fara að taka trilogy á það. Já. Þeir eru bara 2. Já, þannig að Arnar Geir það veit á væntanlega aðeins betur hvað hann er að fara að koma sér út í. Já. Það er líka svo geggja við þessi mót, fattur þú veist, fyrir þá sem eru 2 í hóp, þú veist, þeir eru bara að fara á móti sama gaurnum, þú veist að þú tapaði fyrir honum, að þú veist, þú hefur 2 vikur fyrir næsta, þá mætur honum aftur, svo 2 vikur setna og mætur honum aftur, þannig að þú veist, það er bara þú veist, þetta gefur þessum strákum svo mikið, þú veist, það vilja svo allir hefna sín eftir að hafa tapað þannig að gaman svona myndist svona góður rígur, þú veist, að sé að fara í gegnum bara svona trilogy á 6 vikum. Já. Líka rosa skemmtilegt að maður sér svolítið hvað þeir læra mikið á milli bardaga. Hversu mikið er að downloada upplýsingum meðan bardaginn er í gangi og hvernig þeir nýta eftir. Já, einmitt. Nákvæmlega. Mjög skemmtilegt. Herru, svo var það í 65 kíló flokki Jökulbræi sem sigraði Tómas Barsivicius en þeir kepptu í 66 kílóum. Það þurfti aðeins að jafna þyngdina á milli þeirra. Það var einhver hver var á tungur? Nú er ég bara ekki alveg viss hvort þeirra var meiri bollulíus en já, ég er bara ekki alveg með það reynu en þeir kepptu í 66 en það var Voru báðir að keppa fyrst skipti? Jú ég held Ég ætla að hann kannast ekkert við þá sko. Nei, ég veit að maður segja Tómas bara, þeir eru báðir að keppa fyrst skipti en þú veist, þessi bardagi fór bara strax á stað og þú veist ekkert að bíða eftir því sko. Nei. En
Já, bara fyrstu sekundu. Þannig að hérna, og eiginlega bara outputið var rosalega mikið. Þeir voru eiginlega báðir að drita á konan hann bara. Bara það var bara hríðskotbyssa og engin feiminu að taka gigginn, sko. Þannig að sem ég fíla mig mikið, sko, því að, þú veist, maður sér alveg fyrir sér, þegar menn kannski stíði hérna hringi í fyrsta skipti, að þeir verði allan að gunshy. Þessi strákar var ekki gunshy. Nei. Það ég held reyndar að bara fyrstu bardaðanir hafa sett tónin fyrir byggamót, þú veist, þetta var svolítið all action bardaðar í gegnum allt mótið. Ég man ekki eftir einhverjum bardaði sem maður var svona, þetta svona closet, þú veist, hérna getur maður skotist á closet. Já, þetta. En líka bara að setja á einhverja U15 strákar bara, þeir setja tónin strákar. Já, það gerði það líka. Já, við vissulega gerði það, geggjaða bardagi. En mér finnst líka, sko, að það er hérna, hinn hávaxinn í ræfið, hann Kolli, sem að para saman, sko, og setur bardagana saman. Já, gerði vel í því núna. Já, gerði mjög vel í því, skilju. Þetta eru allt hérna split decisions og eitthvað. Þannig að hvað skipt miklu máli að vera með góðan matchmaker. Eða svona skýtsæmilega matchmaker. Já, og mátti ekki rósa honum á mikið. Ég get ekki rósa Kolli. Nei. Það er beef í gangi. Er það? Hann var einmitt að gera grína mér, sko, fyrir að vera lélugu samningamæður á mótinu. Hann var bara eitthvað, hversu lélugu samningamæður ertu þú? Já. Hann bara eitthvað, þú þarft að múta fólki að samningaborðinu, það var svo erfitt að vera eitthvað standing your ground. Já, ég er það hérna, fyrir betur yfir eftir, yfir buttpluggið fræga. Nei, við þurfum ekki að tala um En hérna, var það ekki Jökull Bragi sem að tók yfir bardagann svolítið með pressu og svona og kannski náði aðeins að yfirbuga hann Tómas en það endaði samt sem innrum á dómarákvörðun með minni að það hafi verið tekið stig af Tómasi þriðjulótu ekki? Jú, þriðjulótu fyrir að fara og látt niður með hausinn ég var væntanlega fengið viðvörun Já, fekk viðvörun held ég minnum í annar lótinu og fekk hann allavega eina Já, eina viðvörun fyrir það og svo mitt hérna klárar hann bardagann bara þú veist, all out minnum mig bara sló bara hægri vinstri vilt og galir þú veist, allan til að vinna allan til að gera til að vinna lótuna Já, hann reyndi það reyndi að vinna sér tilbaka eftir að stíga og tekja á hann þannig að maður gefur hann gútos fyrir það en spurning hvort hann hefði þurft að vera örlítið meira svona measured í því það voru svolítið vilt og desperate en allt í lagi, menn læra, skilur menn læra að berðast fyrst barnaðin sinn en mér finnst það svo góður sviti, sko, ef þú ert að berðast fyrst barnaðin hann tekið að stig, hvað ætlar að gera? Einmitt, hvernig bregstu við? Hvernig bregstu við? Ætlar að fólda? Einmitt, eða ætlar að verða bara crazy bara að fokkið hann allavega gerði nóg til þess að, þú veist, ef hann hefði hitt þessum höggu, þá unnið þess að lótu en bara svona örlítið meira measured og þá held ég að þetta hérna, kast hefði bara verið gott fyrir hann, sko. Þetta er allan rétt viðbrögð, sko. Já, rétt, sammála. Herru, 75 kíló flokkur, Jakob býr hérna á móti hérna sem að sigraði Hlyn Þorra Helgusson. Aftur 2 nýgræðingar að ferð. Og hérna, ef ég maður rétt, þá var þessi svona kannski aðeins hægari gang en þeir sem voru hérna á undan. Þeir voru svolítið svona að koma saman og svona eitthvað að feinta og bakka og eitthvað svona og finna taktinn, sko. En var það ekki Hlynur Þorri sem að fekk blóðnæsir í fyrstu lótu? Jakob hefur smellt hann svolítið? Já, það var gerðið eitthvað smá pása hann til að þrjú blóðið. Já. Það bara alveg í byrjunum andra lótu þá kemur dómarinn og bara stopp, ég hóta hann ykkar og þurrkaði eitthvað þarna. Já, breyttist hann í ræstitekni í smakki. Hann gerði nú ekki mikið þetta stríi, sko. Það var bara óslega mikið blóð á köðlunum líka. Já, ég sá það ekki. Nei, ég sá það ekki. Þurrkaði hann kaðana? Já. Okay. Ég var með þess að bendum hefði líka blóð hérna. Það var mikið blóð. Hann breyttist í svona aðstoða ræstitekni. Já. Sko, eftir þarna bardaðinni af Viktor og Adrian þá tók ég spaðan á honum og svona klappa á baki á honum. Svo var bara höndi minn öll í blóði. Ég bara, Já. Ég man eftir því núna. Já. Ég var eitthvað tækni við þessum þú ég öll í blóði og ég eitthvað ég nenni ekki að tala við þig, látt mig fyrir. Það er nasty. Það er nasty. Svona bara lúku fyllir á annars manns blóði. Já. Nice. Það er geðveikt. Já. Það er grjóthart. En ég er ekki enda búin að fá því staðfest að Jakob Bírinn sé bróður hans. Jú, hann var í horninu hans maður. Já, það er rétt hjá hann. Það er geðveikt. Ég ætla að giska að Ígor sé eldri bróðurinn. Já. Þannig að pældu hvað er gaman að eiga bara stóra bróðir og verið í þessu. Þetta er eins og Magnús Ingi og Bjarki Þórs í Reykjavík emma. Einhverjum svona bræður sem eru eitthvað að berjast saman og eitthvað.
Það er alveg geggjað, Ekki sko. stemning, sko. Ég með því á krakki og lit mig alltaf dreymum að vera tvíburi. Það hefði getað æft mig með tvíburanum mínum í öllum íþróttum. Já, hvað það verið slæmt fyrir heim, Já. það var til 2 þú. Já, Það er hættulegt. God damn. En já, en hérna, þetta allan að endaði sem einum að dómarákvörðun til Jakob Bírnat, en Já. örgulega erfitt svona, að ég veit ekki, dregur það úr manni að fá blóðnasir og eitthvað svona í fyrstu lótu og Já, leiðilegt. í fyrsta barnað sínum og eitthvað. Já, það er alltaf, það tekur alltaf úr manni þegar maður fær eitt svona beint á pönnuna. Þú veist, bara, þú veist, þegar maður fær högg í nefið, þá náttúrulega, þú veist, þá er bara smá, maður, þú veist, maður tára smá og svona erfitt að halda augunum opnum og svona. Já. Er þetta eiginlega eina höggi sem er vont að fá í sig, eða þú veist, í barda Já, og svona starri, trufla mann að fá mest, eitthvað sko. beint fram á nefið, Já. það er vont. Já. Þú veist, restinni er ekki drosa vont. Finnst Já, mér, ekki nema að sé ekki það fast á sparri. þessi slegið niður, kannski. Ha, Ekki nema að sé það fast á þessi slegið niður, að þú veist, rugglaðar eitthvað í rýminu. já, En já, svona beint á nefið, sko, þú veist, það er alltaf vont og það trufla mann alltaf svolítið. Þegar maður fær svona beint á, hvað er það, beint á pönnuna? Já. Ég hef alltaf sagt beint á trínið. já, ég hef farið trínið líka. Það er aldrei heyrt beint á pönnuna. Þetta er alltaf að tala um það að markmenn verja hann, að veist, reyna að verja og að hann fekk hann beint á pönnuna. Já, ok, Já, ég skil hvernig það virkar, sko. Já, ok, já, alltaf, já. En nice. það er líka svona að fara svona boltan, skilur á allt andlitið einhvern veginn. Já, það make þannig sense. að pannan, Pannan. Trínið er bara Beint á- já, nebbalengurinn, já, sko. en fann maður, já, beint á pönnuna. Ég skil þig. En bæði gott, Bæði gott. En hérna, það var svona eiginlega eitt mest clean högg held ég í þessum bardaga. Kom samt frá Hlyn Þóra. Bara beint tvistur, púf. Já, ok. Og bara smeltan eins og ljósmynd. Nói. Það var hérna alveg svona einstaklega clean högg. Þannig að maður á að eiga það. En þeir mætast aftur í annar umfyrinni. Já, þeir eru bara 2 í flokki. 2 í flokki. Já. 2 á báti. Gekkja. XR-in. Let there be blood. Let there be blood. Já. Það var hérna, já. Akkur ætli Ígor sig ekki að keppa? Ígor Bírnat. Já, ekki. Bara, Lefa litla bróðin sínum að fá smá time to shine. sko, mér sýnist bara ekki vera fullorðinsflokkur svona léttur á þessu móti. Það er bara, kannski var bara engin, Kanski vantar hann að rósa. já. Herru, 85 kíló undir 17. Viktor Örnum sigraði Adrian Pavlikovski. Djöfull var Viktor flottur. Já, Hann bara, já, þetta var eini bardaðin sem var stöðaður. já. Og hérna, já, Adrian einmitt fekk einn á pönnuna, blóna sér og læti. Já. Þetta var fyrsti barndagans Viktors. Já. Já. Sem að hefðilega ekki geta byrjað sko sinn fyrir betur. Nei, Nei, einmitt. Geggjað. Já. Já, vel gert. bara fýlir flottur maður og hann líka, hann bara, þú veist, maður fann svo, þú veist, hann setti svo mikið í höggin sín, sko. Já. Og þú veist, og þegar hann, þú veist, hann náði svolítið bara svona rushan og overloadan með höggum. Og svo þegar hann fór að lendi sig, þú veist, dómarinn var heldur komin upp í 3 eða 4 þegar hann bara, þú veist, veifaði þetta af. Hann hefur bara séð í augunum að, þú veist, Hann var búið að kýla hann svolítið, sko. Já. Það er ekki bara verkjað, skilju. Já, já. Hlynur fær líka blóðan sér, en hann stoppar ekki. Líka bara hversu slæmt þetta er, sko. Já, hann virkaði miklu svona serðari. Já. Hann Adrian, sko. Og, ætlaði hann ekki líka bara að virka vankaður. jú, nákvæmlega. Og maður, já, læknir. Ég sá það ekki í hinum bardaganum, sko. Mér fannst hann ekki virka neitt vankaður þótt að vera með Sumir blóðnasir. eru bara þannig að má ekki snerta á þeim nefið og þá fáið blóna sér. Já, En þetta var ekki þannig dæmi, þarna var hann bara svolítið kýldur. já. Og ekki bara þetta að beint á nefið, heldur hann var kýldur nokkur sinnum fast og Já. hefur aðeins verið tekin úr fókus. En bara geggjöðu framistæði Viktari. Já, samt Já. mjög góð lóta, samt, sko. Já. Þetta var samt ekki svona rollover lóta, Nei, sko. nei, ekki eitthvað Adrian var- dominans. Já, þetta var En- hann var lífið, sko. Já, en Viktor var samt með þetta svolítið. Já. Ég fíla samt svona stoppið, skilur við, bara stoppa þetta fyrir fyrstu lótu, eða þetta var Annarri. eitthvað svona slæmt. Það var stoppaði Önnur annar lóta. lóta. Já, eða svona nánast í já. fyrstu lótu, sko. Já. Bara mjög snemma í annari. Já, Og náttúrulega stoppaði í þetta bara. 17 ára flokki þá var ekkert eitthvað svona gonna let him be a fighter. Nei, Nei, það er ekkert eitthvað. Nei. Tough it out, fellas. Já. Ekki alveg þannig. Nei, það má alveg sleppa því, sko. Þannig að þetta var... Verja hausinn á þessum krökkum. Já, því að hann hefði eftir þess að halda áfram, þú veist, þá hefði Þetta hefði haldið áfram svona. Þetta hefði ekki farið vel að þetta halda áfram, sko. Einmitt. En skemmtilegur, efnilegur drengur, frá hvaða klubbi kemur hann? Vaffi sé, Vaffi sé. já, hann Viktor. Þú ert að representa? Já, einmitt. Já. Þú líka? Já, ég er mína menn Tilur í... flottinn maður. Mína menn í Reykjavík-Emma. Það er, já, mitt annað heimili. Hörru, talandi um Reykjavík-Emma, það er Vítali Korsak. En betur, hann er að berjast fyrir bóatýrk. Er hann á báðum stöðum?
Já, hann minnst fyrir double dip að kallin. Já. Það er svo einstaklega óþægilega nonni minn. Já, hann sem sagt, tekur boxið bara í bóðatýr og MMA. Já. Ég get ekki hort á. Já, hann var flottur. Bara, veist, ég vissi ekkert að þetta verið sá Vítali. Ég hef heyrt Vítali upp í Reykjavík MMA, sko. Og hann er náttúrulega búinn með einhverja amatörbardaga í MMA, þessi gæði. 6-0 sem amatör MMA-fættir. Já, og hann og bróður hans eru vís bara, veist, já, þeim allan lýst sem algjörum á fokkurum, sko. Bróður hans? Já. Hver er bróður hans? Það ekki bróður hans líka? Það voru einhverjir 2 nýjir úkrainir, ég held að vera bræður. Nei, þetta eru úkrainskir innflyndur. Vítali og ef það er Vladimir þá er það svo ógeðslega fyndið. Ernesto. Já, eru þeir ekki bræður? Ég held að það ekki bræður. Nei, ok, þá er ég bara eitthvað að rugla. En já. Nei, Ernesto var alveg miklu dekkri einhvern veginn með brún augu og Vítali er alveg vel hvítur, jafn hvítur og ég og blá eða græn augu og heit ekki sama nafni en kom úr svo svipum stað, sko. Þeir eru úr austurhluta Úkraínu. Já. Það er stríð þar og búið að sprengja allt dælur. Og þeir koma á sama tíma. Já, flóttamenn. Komið sem flóttamenn. Ég man að ég tók að einu svona mótið bara niður Reykjavík og sýndi Jimmy og þeir bara, Jim, gekkið það, eitthvað með væf hér. Þannig að þeir glíma mikið og æfa MMA og eru hluti af keppnislið Reykjavík MMA. Þannig að þú skoðar Reykjavík MMA síðuna og þá er myndað þeim þar sem meðlimir í keppnisliðinu. En Vítali hefur greinilega verið og ákveða að boxa bara fyrir bóðatýr. Mögulega af því að GFR er bara er í smá rebuild situationi. Maður skilur líka að Úkraínumenn vilja fara til Nikita, sko. Já, það er svona þessi austur-Evrópu stemning og ég held að hann bara finni sér betur það, skilu. Og þeir voru líka allir trilltir á hliðalínunni eitthvað, ég veit ekki hvað tungumál við tala. Ég meina þeir skilja alveg hvernig annað eiginlega saman frá hvað landið eru á þessu svæði, sko. Já, svona okkur neginn. En hann er ágætið. Þetta er ekki eins og Íslandingar og Danir sem skilja ekkert. Nei, nákvæmlega. En þeir eru, sko, hann er mjög viðkunnalegur, hann Vítali, bara mjög almennilegur strákur, rosalega góður í glímu og ég held að sé búin að æfa glímu bara síðan hann var unga barn, sko. Hann er bara fæddur á dýnunni, sko. Þannig að og er að stefna bara það, munum líklega keppa næsta Kate Steele? Ég veit ekki að hann keppa næsta Kate Steele, sko, en hann minnst ekkert fráleitt að hann keppi í MMA bara fyrir Reykjavík MMA og representi þá. En þeir áttu allan góðan bardaga móti hann og Steinar Berg Steinar Berg sem ætla að fara að keppa MMA bardaga bara núna í febrúar, þegar ekki? Jú, 8. febrúar á Goliath Fight Series í Skotlandi, þar sem að Heiðar okkar verður reporting live from the arena. Fyrsta ferðin mín út. Ég er ógeðslega peppaður. Það var geggjað. Ég öfundaði maður. Ég held eitthvað í Donni, svo færð þú eitthvað að fara til Skotlands og eitthvað. Já. Geggjað. Ég bara hlakka til að elta út allt og vera með camera in their faces allan tíman, sko. Vonandi bara Það er að vera með þessa mottu þótt að því. Já. Nei, er þetta ekki komið gott? Þú veist hvað, ég held að vera einhver brandar þegar þú mættir hérna fyrst, sko. Þú veist að það er Mars er ekki... Já, þú ert að plana það. Já. Þú ert að plana mottumars. Ég ætla að taka mottumars í ár. Það er í janúar. Já, ég ætla bara að gera almennilega. Ég nenni ekki að vera með eitthvað hálfkák. Það er annarkvort að gera þetta almennilega eða sleppa þessu. Það er með eitthvað hálfkák. Já, ekkert hálfkák. Ekkert hálfkák, hefur aldrei heitt það. Hvar ólst þú upp? Ekki á Íslandi það? Unga kynslóð. Slætt ekki svona. Bara ensku slettur og eitthvað sem skilst ekki íslenska hérna lengur. En já, ég ætla að gera þetta almennilega. Þetta er íslenska útgáfan af Ain't No Half Steppin'. Já, svolítið hann, já. Hálfkák. Takk þetta leið. Já, takk þetta leið. Gera þetta með báðum höndum. Láta hendur standa fram úr ermum. Þú ert alveg fullur af einhverju svona spakmælum. Já, þetta er aldurinn, sko. Þetta kemur, þetta dettur inn, þetta er nokkur af... Ég elska að tala í svona spakmælum, sko. Já, ég líka. Það er gaman. Já, spakmæli. Já, ég var að leita á orðatiltækjum. Já. Skemmtilegt. Skemmtilegt. En já, þannig að þetta er svona, þetta er sko 2 MMA-kappar að berjast í bóksi. Já, í bóksi. Sem er geggjað. Já. Ég fíla það. Það sá líka, svona léttur á fæti og svona, Ég ætla að segja sérstaklega með Steinar að þú veist,
að það er MMA-grunnur hann en Já, Það bara smá Gunnar Það er Nelson bara svona Gunnar svolítið Gunnar. karate, nánast karate stance Já. á tímabili sko. Einmitt. Samt hann alveg svona rótgrónum boxari, búin að boxa sem var krakki í Noregi og Já, landsmeistari í Noregi. Já, ok, ég held að hann sé bara komin inn í MMA en Já. skemmtilegt að sjá öðruvísi stíla Já, því að svo eru náttúrulega, þú veist, aðrir boksarar hann á þessu korti sem eru virkilega skólaðir svona fundamental boksarar eins og Fundament. eins og við tölum í næsta barda Já, nákvæmlega Já. En þetta var góðu fætt Já. sem fór reyndar einróma til Vítali. En þetta Verðskuldað. Já, verðskuldað. En þetta er algjör fokker sem að Steinar var að mæta þarna, sko. Já. Þetta er bara mjög efnilegur maður og eiginlega svolítið svona skemmtilega matsmikað hjá Kolla. Já. Að setja bara 2 MMA-gæði saman. Já. En ég fíla það, ég hef sagt það svona 1000 sinnum áður og ég fíla það svo mikið þegar MMA-slákunir fara á byggamóti, taka þátt að þetta er besta keppnisreinsla sem við getum fengið á Íslandi. Já, algjörlega Svo bara miða við bara löggjöfina og umhverfið og svona. En Svo er einn maður með þeim í flokki sem Já. að blandast inn í þetta næsta móti, það er Dorian sem er tvíburbróðir Mario sem að var í sem var að keppa á móti Dimitro Rakov frá Æsi. já. Þannig að hann er það fyndið, þeir eru tvíburabræður alveg jafn stórir en samt annar þarf að kvæta niður 75 og hinn 80. Já. En já, þetta verður 2 stóru verkefni fyrir Dorian að mæta Vítalíu Steinari. Já, er hann líka Hann er líka að keppa fyrst skipti. Já, það verður mjög erfitt að mæta Vítali og Steinar fyrst. Þegar þeir eru mjög sjóaðir með mikil keppnisreynslu algjörlega og eru alveg fokkarir. En ég myndi eiginlega vilja hvort keppar hann með Vítali eða Steinar næst. Já, Vítali næst. Já, Vítali Dorian. Ok. Já, ég já, það verður bara spennandi. Já. En er þetta létta skopp sem að Steinar Berg sem er í fótunum, er þetta hjálp honum í boxi? ekki boxi Nei, kannski ekki. Eða er hann bara að gera þetta fyrir reynsluna og bara tímasetningu og bara vill ekki breyta stílnum sínum að þeir ætla raun að vera að berjast í búrinu og vera kickboxari og allt þetta. já, ég held það Já. þetta er svona, þetta er gott í ef þú ert að sparka þá hjálpar þetta þú svona fljótar inn og út í löngum vegalengdum en þetta er ekkert rosa gott til að engola út úr höggum eða þannig þetta er svolítið beint áfram, beint aftur á tækni en þú ert rosa fljótur eins og Venom Page líka ofbúðslega fljótur alveg 3 metra fram og tilbaka en þú sér þannig ekkert fara mikið til hliðar í hoppunum sínum Nei, þannig að þetta kannski vera aðeins meiri blitzkrík. já, kannski sita aðeins betur og svona kannski vera í vinklun meira en ég skil samt vel að menn vilji, þú veist, ef þeir eru að stefna okkur ákveðu að þeir svona haldi sig við þann stíl til að finna sig þar en sé ekki að switcha þessu upp þú veist, að ég ætla að taka þátt sem áhuga maður í einhverju boxmóti til að fá reynslu skilurðu, og ég ætla að breyta bara algjörlega hvernig ég stend og hvernig ég er og hvernig ég er að berjast Svo er líka bara, eins og við sáum Hákon hann mætti á byggamóti síðast tapaði á móti Tate en fekk hann bara flott úti, fer svo bara Kate stíl og vinnur með róttæki eftir 47 sekundur þannig að þú veist tap fyrir MMA-gaur á boxmóti bara flott reynsla, maður ekki til að skamma sér niður. Nei, alls ekki, en bara fíla þetta að menn sé að sækja sér reynsli á byggamótunum. Algjörlega. Herri, 75 kíló elítflokkur Benedikt Gylfi Eiríksson sem sigraði William Þór Ragnarsson. Því líkur bardagi. Já. Sko, Benedikt er náttúrulega bara eitthvað annað, þessi maður. Tæknin, fótaburðurinn og fjarlæðinar. Hann er svo góður að vera í þeirri fjarlæði sem hann vill vera, ekki endilega langt úti, sko. Nei. Og svo tímasettur hann þennan vinstri krók tímasettur hann hrikalega vel bara ógeðslega vel erfitt á rössum þegar hann bara svaraði, hann tímasettuði bara ógeðslega flottur hann eiginlega tekur hann bara á vinstri hann eiginlega bara jab og krókur nánast allan tíman og bara réttar heimingur og flottar heimingur Benedikt Gylfi náttúrulega leiðinni á Golden Girl what a man what a lady man what a lady þessi ladyboy what a lady man, já en ég er samt sko Benedikt ef hann heldur eitt á spilun þá er hann bara á leiðin á Ólympíuleikaldi það er alveg í myndinni sko já mér finnst alveg líklegt að hann geti gert góða hluti á NM og svona hluti sko
ef hann lendir ekki einhverjum endalusum heimadómum og leiðindum, skilur við. En samt svona ólympíuleikar á næsta ári, hann á fyrsta árinu sinni í elít, sjáum til. Hann er svo ógeðslega virkur. Já, og bara teknískur, hann er svo ógeðslega og þroskaður. Ekki bara, þú veist, hann virðist ekki bara verið inn í hringnum, menn alltaf fengið hann henni viðtal og hann bara svona tala við hann. Maður einhvern veginn gleymi því að hann er ungmenni. Úlingur, skilur. Hann hafði verið dætt í 18. Já, ég er alveg sammálaður. Stundum finnst mér aðeins mikið svona sjóbóting og svona... Hann? Gaur, höfðs bara smá athygli að þessu. Hann er svona mikið eitthvað svona að reyna að peppa krátið og, þú veist... En var hann ekki að vinna þegar hann er að gera það? Þú veist, var hann ekki... Já, sko, það byrjuði allir öskra eitthvað William og þá fór hann eitthvað svona woohoo, eitthvað svona. Þú veist, mér finnst hann bara svona, ef það væri bara svona aðeins meiri fókus, þá var hann ennþá betri. Fattu mig? Að það kannski svona aðeins að fullunast smá. Sko, ég er ekki inn á 18 ára, sko. Ég er ekki inn á sjóbóting lestinni, þú veist. Mér finnst að þegar þú ert byrjaður að vera að vinna bardagan, þá getur þú tekið auka skref í andlegu hliðinni með því að sjóbóta og þarna var hann kannski svolítið svara krátinu líka. Svo líka eitthvað, William Lendarinn höggi að setja tungun út úr sér í smá stund og svona. Ég veit ekki, ég þól aldrei svona, ég er bara svona, þú veist, bara on point. Ég er bara einbyttingu og bara, þú veist, vinna verkefnið, ekkert eitthvað svona, þú veist, þegar menn gefa það oft svo upp svona þegar þeir eru slegnir, þá gláta eitthvað svona, setja tungun út og eitthvað svona, þú veist, sumir gerir þetta, en mér finnst þetta alltaf einhvern veginn svona slæmt lúk þegar menn gerir þetta, sko. Já, ég er ekki alveg svona harður á móti sjóbóting. Ég vil fá smá að því, en þú mátt ekki krydda því inn of snemma. Þú mátt ekki byrja á því þegar þetta er bara á fyrstu mínútu og enginn er búin að hitta högg og þá byrjað þú eitthvað þessi gaur. Þá er ég bara eitthvað gaur. Varst það hrista júlurna þína? Já. Þetta væri mitt sjóbóting alltaf. Að það hrista júlurna. Já. Ég vil nú ekki gagnrýna Benedikt mikið, þú veist, að maður bara einhvern veginn, maður hefur svo mikla trú á svona strák og svona kannski svona aðeins meiri fókus. Já, ok. Já, við bara samþykkt. Aðeins meiri fókus. Tóts. Okkur eitt enginn. En ég er ósamlega samt. Mér finnst hann ekki sjóbóta ómikið. Mér finnst hann fókust allan tíman. Og ég var ef ég að spila tölvuleiki eða eitthvað og ég fokku upp í tölvuleiknum eða eitthvað þá svo stingi út tungunni svona sjálfkrafa bara og ég ulla skjáin bara. Ég er svona En mér finnst líka að við í hotninu hans, ég er eitthvað svona að taka upp í hotninu og hann alveg svona, þú veist, horfir í myndæluna og gerir eitthvað svona, þú veist, hann ábráður að hlusta Arnór, fattar við. Já, þannig er hann 18, sko, með myndavél í andlitinu. Þú varst nú líka ekkert að spara myndavélina í andlitinu. Það á líka bara að vera það. Það má ekki glemma að Benni er sko með 20 eitthvað barða. Hann er að skemmta sér. Hún finnst ógeðislega gaman að bóksa og ég hef alveg rætt við Benna og verið bara ætti ekki rættu bara, Eyþór var bara alltaf bara að taka á þér hausinu og eitthvað, rættur og eitthvað. Hann er bara, ég er að bóksa, ég er að skemmta mér hann er bara hérna, hann er svo ógeðslega chillaður bara, þú veist. Já, en sko íslenski bóksar eru ekki vanir, þú veist, þeir eru ekki vanir jafn ágengum fréttamönnum og kannski, þú veist, hefur við eins og var núna síðast. Þannig að mér finnst ekkert skrítið fyrir fólk sem er alls ekki vandi að þeir eru bara, þú veist, þeir eru bara vanið þessu enga myndavélar á þeim nema á Icebook, sko. Ógeðslega góð. Nákvæmlega. Og svo kemur allt í einu myndavél bara hérna og þeir náttúrulega bara eitthvað það er 100% málið, þess að þegar vorum að byrja með 50 lóðan og taka viðtölu eitthvað, tók viðtölu Benedikt, hann var bara ég vissi ekkert hann vissi ekkert hvað hann að gera. Manstu við vorum bara eitthvað, já, sko, þú talar í viðtölum. Já, og veist, ég man bara fyrstu viðtölu sem ég tók við Benedikt, þá var ég bara, á ég að pústa þessu eða? Þú veist, er þetta bara of skrítið viðtölu eða eitthvað? En núna er Benedikt bara, þetta er bara allt annað maður. Já, þeir eru allir skilur flottir hringnum og miklu betri bara sem public persona. Já, ég held að eftir nokkuð bikamót þegar við erum búin að vera með myndavélarnar framan í þeim nokkrum sinnum og þeir eru aðeins farnir að venjast þessu, þá munum við hætta að fá þessu lúk inn í myndavélina. Þá bara hætta þær að taka eftir henni. Það er bara ég líta á svona verkefni mitt að venja þá við þetta. Þetta er það sem koma skal eða þessi menn ætla að vera atvinnum og svona. Þannig að ég er svolítið undirbúið mitt fólk bara fyrir the big leagues, sko. En þið farið inn í einn stóra heim, þá líka skiptist út símamyndavél fyrir eitthvað svona hlúm. Þannig að við erum bara we are doing the God's work hérna. Nákvæmlega. En hérna það sem ég er að tala um þetta prósenta sem vantaði upp á einbeitinguna, ég held að Benni þurfi þess að auka prósenta á móti Ísaki 8. feb. Já, það verður náttúrulega heldur bara það. Ó, ég mista það.
Það veist það því. Æ, greið þú Ég verði í Battle Arena Palace. Fá eina all expenses paid, Ég verði í skot free trip. all expense. Þú meinar flug og gifting paid. Þú sérðu rest. Það all expenses. Borðar ekki eða? Nei, ertu ekki að köpa? Reyndar, ég þarf ekki að borða með Þú bara harsið nokkur egg á hann leggur að stað. Ég borða í apríl þegar ég er búinn. Skilur þú? Já, ég get alveg smurst ykkur að samlöku fyrir þið, sko. Nefa samlöku. Pjá! Já, kaloríulausa. Já, eitthvað. Já, við getum tekið að með þér ferðina. En hérna, við erum bara að vera að lofsyngja Semi, Benedikt Gylfa í þessum bardaga. William var... Já. Ég var einhvern veginn, ég er náttúrulega að horfa á þetta í gegnum myndalina mín og reyna á góðum skotum, en þetta var einn af barðanum sem ég bara hafði ekki hugmyndum hver tók þetta var búið, sko. Mér fannst það, hérna, borðlegindi Benedikt. Já, ég er sammála. En ég er náttúrulega að horfa á þetta, ég þurfti að fara hann miðbygg mótsins. Já, hann horfði bara á þetta eftir á. Ég horfði á þetta bara á tjúpinu. Já. Og þar var þetta, finnst mér, nokkuð svona, ég var alveg, Benedikt tekur þetta þó að William, hann er góður, skilurðu? En ég skil alveg þú ert að horfa þetta í gennum síman og þú ert náttúrulega kannski meira að leita skotum heldur en að fylgjast með hvað er flott, visual. Þá kannski erfitt að vera eitthvað keeping track fyrir að hitta hreitna og meira, sko. Nákvæmlega, en ég tók klálega eftir því að þegar að William fór að elda og kannski aðeins overextenda sig, þá smelti mennan. Með vinstri. En er bara svo ógeðslega góður í þessum fjarlæði. Það er bara, maður tekur eftir strax þegar maður sér hann hvað hann stjórnar fjarlæðinum og þú veist hann er alltaf að spila sinn leik og hann er rosa hrifinn af sem vinstri krók og hann má vera það þegar hann kemur svona, sko. Bara leið og stígur inn í range kominn. Þú veist. Ég var að tala við þjálfarana Spenna og þetta er eitthvað sem við erum að æfa og það er meira í pípunum, sko. Já, nice. Fyrir Benna. Vinstri krókin. Þannig hérna þetta er svona the evolution of Benedikt. Það getur mikið fylgjast með þessum gæja, sko. Bara frá því við sáum hann hérna fyrst í einhverjum barðum mútið Armandas og núna bara einhvern veginn, maður er búin að sjá hann berga svo mikið á svo stuttum tíma og alltaf bara betri og betri einhvern veginn og þú veist, komin í elít fær erfitt verkefni í William. William er alvörugaur. Alvörugaur. Þetta er alvöru gæi, sko. Og hann vill rematch. William? Já, ég peppa. Og alveg fyrsta sem hann sagði, hann kom bara í myndalina bara herru og það er rematch einhvern tíma setna. Ég held að hann það alveg inn, sko. Ég held að hann hafa alveg kannski komið svolítið graðar inn í þetta heldur en hann hefði átt að gera. Þú veist, við erum svolítið svona I'm gonna show him that kid, eitthvað. Svo er bara Ben ekkert kid. Nei. Hann er engin kid, sko. En mér fannst, sko, William var samt einhvern veginn svona eins og hann væri bara einhvern veginn off. Já, þennan dag. Mér fannst hann ekki svona jafn aktífur og maður hefur séð hann kannski. Já, mér fannst bara Benni að slá hann út af lægin út af því að alltaf þegar William var komin í ákveðna fjarlæði þá bara, þú veist, var hann tímasetta. Ég held að William var bara átt svolítið erfitt að koma mótornum svona af stað. Sko, mér finnst einhvern veginn svona bestu framhaustöðuna sem ég man eftir með William. Það er þegar að gaurar er að pressa hann og hann er að, þú veist, nota vinkli alltaf að koma svo út og þú veist, og lenda höggum inn á milli eitthvað svona. Þú veist, eins og, hérna, Erik Salinas á Icebox, Erik Salinas alltaf bara veður á eftir hann bara með eitthvað svona skriðsunds sveiflum fattanum mig og hann bara, þú veist, bara pikkar hann apart og færi sig og, þú veist, þarna þurfti hann kannski svolítið að koma til Benna og Benni náttúrulega bara geðveikt góður í því að smetla menn þegar þeir stiga inn á mótunum, sko. Benni náttúrulega bara veit hann í það. Hann bara fékk hann til að gera. Þess vegna segi ég, þú veist, hann hefur komið svolítið inn í þetta svona, ætla svolítið að sína honum, þú veist. Kannski svona farið eins út fyrir sinn þægindarama, það sem hann vill gera og farið að spila svolítið leikinn að spenna og það er bara bita henni raskandi. Þannig að ég held að ef þeir taka remma á þetta þá held ég að þeir komi inn í þetta, þú veist, þá er þetta passívar, þá er þetta meiri skák og svona þeir verið svona aðeins meira svona, ok, hver ætlar að elda? Því að ég held að sá sem eldi verið alltaf í vandræðum í þessum bardaga, sko. Já, það getur Við þig vinsanlegast aldrei með að nota remmara aftur. Remma? Hvað menar þau? Rematch? Já, remmi. Það taka remma. Það hljómar er svo eitthvað rámt. Þetta er hljómar mikið svo remma. Ef Heiðar myndi bjóða mér remma, þá væri ég bara, nei takk. Nei. Er þetta ekki svona rimm og remulæði saman? Új.
Ég veit þetta hljóma Oj, þú sett svo ógisla mynd í hausinn á Ég mér, veit sko. þetta hljóma þannig Oh my god, já. Strákar. Bara ekki gera það Þú ert alltaf gamall Já. og mikla móttu Við þurfum að fara að remma okkur í gangi. Oj, bara þetta. Það er eitt sem konan hefur sagt um mig, sko, ég kom inn á að segja slíka. Hvað er það að tala um? Hvað er Það eru hlutir sem ég má ekki segja og gera út af því ég er svo perralegum með þessa móttu. Já, Já. það er bara... Og ég held að þetta getur verið eitt, þannig að remmi er off-limit. Já, það er off-limits, bara ekki Á gera það meðan ég er með móttuna. Já. Þannig að ég raka hann af þá má ég remma mig í gangi hérna alveg hægri. Bara helst ekki, sko Já, bara nei, bara helst ekki Herri, ég ætla bara að vídeó þetta Við höfum ekki verið með svona vídeóreglu Ok. í þættinum, en bara remmi er bara Já. Það er bara bannað að segja bara remmi. banna, já Remma lemmi en það. Mér líður bara eins og eitthvað dáið inn í mér sko. Já. Já, þetta var skemmtilegt En ég vil stráng heiðaran endurleik milli þessara drengi Það kemur á því Já. maður. Já Þetta verður geggjað Því ég held að William getur verið miklu betri en hann var þessum degi Þannig en Já. það er bara kannski við sjáum til hvað það sé unpopular opinion kannski sendir hann heitt skilabóð við sjáum bara til Herru, 80 kilóflokkur Dimitrov Rakov sem segir Di Mario Ilya Ersson Ég er kannski ekki alveg hlutlaus. Af því Ég að... var BC peysunni Já, já. Mér fannst Mario taka þetta, sko. Ég er ósammála. Ég sé ekki hvernig Mario tók ekki lótur 1 og 2. Af því að hingaði snert hann ekki. Snert hann ekki Ég er ekki sammála Nei, með þú veist, það var sko. ekkert það svo clean. Öll höggin frá Dimitrov eru partially varinn og svo er hann að rúlla undir þetta allt og bara smetla hann tilbaka og ég, mér fannst það bara, mér fannst Mario 100% taka lótur 1 og 2. Ok. Ég er ekki alveg þar. Ekki? Nei. Já, nei Kannski sé ekki Mér- hlutlaus, en mér ég fannst- bara, mér fannst Mario geggjaður, sko. Mér fannst niðurstaðan rétt. Já Mm. Já. Það er einmitt kölluð aftur upp því að bara, þetta var eitthvað vitlaust, ég var bara, já, það hlýta að vera, maður. Svo bara, nei, það er sama niðurst það. En þetta voru menn í formi, þú veist, Já, þessi formaði maður djöfusins formaðum og Dimitrov, það mátti, sko, var einhver æði hans líkama sem var ekki augljós. Svo kjötkynniður, Hendurnar- sko. Nei, hendurnar á hann, í En alveg já. talað, þetta voru bara, ég hef Gæinn aldrei séð vaxinn, svona sko. æðabera mann, sko. Já, Já, maður sér það á hann á myndinni einmitt sem fylgdi fréttinni, sko. Já. Það sem hann er aðeins að flexa hann nýbúið að fá handraised, sko. Hann er, 36 æðar sem sjást hann í bísnum á hann. já Hann hefur greinilega, þú veist, hann hefur greinilega verið að létta sig, hann hefur greinilega verið aðeins svona, ok, ég er 83 kíló, best að ná mig niður fyrir 80 fyrir þetta. Já Ég held það. Þú köttaði ekkert svona, þú leikur ekkert að því að vera svona köttaður, sko. Mér finnst hann Já, mér finnst hann bara mjög flottur Hann bara vaxtalega sem ekki Báðir enda bara helt ekki með gott vaxtalega svona Já. Di Mario náttúrulega aðeins svona stittri og þykkari skilur náttúrulega Mario var bara, var að spá í að keppi 75, sko. Þú veist, hann var bara eitthvað 78 kíló eitthvað. Já, Já, ok. ok, þannig að hvað, hann kjötaði þessi í gangi það Já, eða bara, Það er bara aðeins keppt í léttur. flóknum fyrir ofan sig. Já. Þegar hann og bróður hans Dorian, þeir voru bara svona, þú veist, annar hver fyrir 75 og hinn fyrir 80, Já. þú veist, Mér leiður ekki keppa á hvern annan. greinlega ekki. Þú ættir að sjá að spara eitthvað annan, sko. Já, ok. Já, mér fannst Dimitrov græða svolítið á hæðinni hana Já. og að, þú veist, að hérna Di Mario þurft að vinna sig inn í range. Hann var svo góður að því, sko. Já, góður í, en Hann svo Dimitrov Tyson að nýtti sér það bara. Hann hefði þetta, þú veist, að hann þyrft að koma. Hann gætt bara, Já, þessi 1-4 money já, 1-4 money allan tíman Já. Þetta var svo mikið money shot sko geggjað. bara ógeðslega vel gert Og líka kom svo hratt. kom svo hratt og svo er hann svona aðeins hærri sko Já, og Di Mario var svona einhvern veginn mér fannst hann að vera svona Tyson þessi innskilun og Já. hélt gardin svo var alltaf svona rullað undir og koma á og lækkar hausinn, sko. lækkar hausinn sko Já. og poppar upp aftur og svo bara 1-4 Einmitt. bara rosa góð leið til að leysa þetta En mér fannst þetta rétt ákvörðun. já, ég er sammála Hérna, fer ekki á því. en það var klofin dómarákvörðun rétt eins og við glemdum minnast það með hérna Benna og William þó það hafi raun að vera að mér skilst átt að vera einrúma Einróma, já. hinum einn en hérna klofin dómarákvörðun sem var kannski bara ákveðlega svona Já, sangjant fyrir þennan bardaga en ég kallaði eða einhver blaðamar MMA-fréttum kallaði Di Mario hinn íslenska Paddy the Baddy og er sammálið þeirri greiningu Hvernig þá? með hárið Ertu ekki að tala um Dimitrov? Já, jú. Jú, Dimitrov er með makkan, sko. Já, Hann er með ljónsmakkan. já, Dimitrov, sorry Já. Ég er sammála því. Dimitrov og Di Mario, sorry það má stála Mario saman með dretta. Já. Hvernig pappi?
Já, Dimitros Já, mér fannst, svona frummans ára líka yfir honum með þetta hár, sko. Þetta rosalega klipping. Já, það svona, þú veist, mér alveg sama. Ég ekki inn til að vera sætur, ég inn til að fara að meiða fólk. Ég virði það. Ég kom til að vera karakter. Fólk er alltaf að tjóka með því, sko, hvort ég fætti Tyrkland svo fá mér hár. Nei, ég veit ekki hvernig ég væri með hár. En ég myndi fara nákvæmlega í þessa greiðslu ég myndi gera. Það væri hræðilegt. Það væri geðveikt. Það þyrfti bara að teppalegja svo mikið, skilurðu. Já, hvað? Heldur það sé ekki hægt? Jú, allt hægt. Það allt hægt fyrir þann prís, sko. Þetta dýrt, þannig að þetta var ekkert all expenses paid ferð af lótunni, sko. Nei, þetta er ekkert eins og þú í Skotlandi, sko. Í Skotlandi með franskar eða eitthvað. En já, franskar. Og heimasmurt. Heimasmurt og fröllur. Ég ætla að fara út með hangikjöt og flatkökur, sko. Já, en þú ert að þeirri kynslóð, já. Já, malt í gleri. Já, malt í gleri, það til. Já, allt til. En hvernig, þeir, bróðurinn mætir núna Dimitrov, það ekki? Nei. Nei, þeir eru mismunandi flokkum. Þeir eru bara að taka trilogy. Þetta er trilogy? Já, þetta er trilogy in the making, sko. Ég held að Mario eftir að koma örgulega svolítið pirraður inn í næsta. Fannst hann hafa unnið og... Það getur verið. Já, þetta var spjalla með henni eftir þetta. Já, bara beint eftir á, sko. Og hann var bara happy, bara gaman að keppa fyrsta bardaðan sinn og eitthvað svona var ekkert eitthvað kvart yfir þessi niðurstöðan eitt þannig, sko. En mér fannst það samt takk þetta, sko. Það er samt svo akkurat rétt aðhugðu sem strákar að, þú veist, fólk á að vera með sem er að keppa í þessum nefulega byggamótornum sérstaklega, þú veist. Það á að vera skemmtilegt að keppa. Það á að vera, eins og ég sagði við nána, það á að vera skemmtilega að keppa heldur en það er leiðilegt að tapa. Þannig að þú kemur alltaf, ef þú tekur þátt það kemur út í plús. Það er skemmtilega heldur, þú veist, tóttu tapir. Já, einmitt. Og ég held að vera gaman, sko, þú veist, Dimitrov er með svona enn 1-4 manni og mér finnst svona eins og að ef að Di Mario finnur bara lausn á því, svona hvað hann ætlar að gera, skilur hann, nú veit hann af þessu vopni, sko, að þetta var algjörn egla þarna hjá honum, þá finnst mér að hann geti auðvitað sótt sigurinn, sko. Já, hann er alveg möguleika á því. Ég var til að segja að hann var aðeins grimmar í body-shottunum. Nýta þau aðeins betur, reyna að droppa hundunum meira áður en að fer í höfuðið. Og vera svolítið sneggri inn og út. Hann var svolítið að skilja, fara inn og var svolítið eftir inni. Til að segja að hann fara inn og skila 2, 3, 4 höggum út leið. Ekkert vera að hanga inn í þannig inn í þessu svæði því að Dimitrov leið og hann tekur hálfskrifu aftur á bak þá er Di Mario eiginlega komin úr range og Dimitrov er í kjör range. Þannig að það er svo auðvitað að stjórna fjarlægin ef þú gleymir að fara út. Ég held líka að vera sniðið til Mario að reyna króan meira af í hringnum, koma hann mjög hotnið. Já, algjörlega. Hann þarf náttúrulega að vera svolítið á pressunni, sko. Já. Þannig að já, sammála. Já, sammála. Herri, kíkjum aðeins í heavyweight 90 kilo plus Ágúst Davíðsson sem ræði Deimantas Selvis ég vona að ég sé að bera þetta rétt fram eins og að venju ég held pottet að Deimantas hafi verið að bera sína fyrstu viðureign já, þungur má segja þungur öður það eru 90 kilo plus þetta var djöfisins pakki maður já hann er lúmskur, hann Ágúst Davíðs ég er að sjá hann boksa í fyrsta skipti sko. Og hann er svona einhvern veginn ekkert í gangi svo bara allir hann kom með eitthvað smettið já, sammála fína stungu, ágætt krók snöggan, hann getur ekki snöggan krók vinstri krók og þunga yfir hann hægri en kannski aðeins að bara verður til að segja hann tengja aðeins meira á milli högga bara þá var hann drullu flottur sko hann tók svolítið jabbi svona uppjabb það virka vel sko erfitt að virðist vera erfitt að svona sjá það og greina það þú veist, ef þú ert með höndina niður og tekur svona upper jab þá virðist vera erfitt að lesa það já, comes out of nowhere sko já, þú ert að færa myndavælun sem já, það er bara ég bara sparka í hana og þess að það fær stundum að græða þetta en þú veist, það já, góð punktur en Ágúst einhvern veginn gerir bara vel í það að taka strax einhvern veginn miðjuna mér finnst það alltaf svo krúsalt í þessum stóru að láta stóra stráka taka langan hring já, ég sammála bara líka þú lætur hann bakka mikið og alveg svona þrýstur hann bara upp í kaðalina já, ef þú er 100 plus kíló eða 90 plus kíló þá það er ekkert auðvelt að lappa aftur og baki í 9 mínútur og meðan þú ert að reyna að slá mér fannst svona eins og Ágúst væri mögulega svolítið aðeins þingri heldur en Deimantas, eða ekki?
og Deimtas var kannski aðeins hann var að læri líka það veist, svolítið Ágúst var aðeins mikilvægari. læri ekki eitthvað það mikið en alveg svolítið mun þykkari sko þannig að svona, þú veist, hann gat kannski svolítið nýtt þyngdina sína sko fita samt, sko, kemur náverk að fita létt, sko hvað mikið að, þú veist, vöðvi 4 kíló vöðva svona meðan 4 kíló fitu, þú veist risastórt þannig að felur svolítið, eða svona getur platta augað aðeins en það var bara flott Já, algjörlega en þeir eru svona bara svona öðruvísi þungir einhvern veginn ég svona, mér varst Deimtas alveg svona virkaði svona meira svona athletic þungur Já, hann var svona þungt í honum skilur en sprækur hann gæti alveg séðan fyrir mig hlaupa svolítið ég sé Ágúst ekki fyrir mig hlaupa neitt brjálæðslega langt eða mikið Nei. Það getur verið vitlaust algjörlega kannski hann algjör skokkari en, já, 100% en bara ég sé það ekki fyrir mig Nei, það er mitt það var klofin dómara úrskurður þú veist að telja yfir Deimtas í 3. lótu Já, náttúrulega telur ekkert sko en mér fannst þetta samt vera ein róma ákvörðun sko Já, ég var náttúrulega því sko Þetta var bara svo mikið af splitti sko Já en mér fannst bara Davíð eða Ágúst segi aðeins bara sjóa þér einhvern veginn mér fannst bara eins og hann hefði verið þarna oftar og samanlega vissi meira hvað hann vildi gera Já, og var líka, hann var betri að nota orkuna á réttum tímapunktum hann var ekkert að eyða allt og mikill orku í eitthvað bull Já, og svo er hann líka svolítið svona í því að svona leifa höndunum að þess að síga og byrja svona aðeins að saga Já, og feintar aðeins með öxlunum á þess að vera að gera mikið þú veist, bara rétt fæði viðbröðum sko einmitt er svona að boxa án þess að þurfa að eyða orku svona smá swag í honum sko. Já, svona Butterbean Nei, Butterbean var rosa góður í þessu Horfðu þetta ekki á Butterbean þegar hann var á alvöru bóksa bara í Jackass sko, það held ég einu fætt sem ég sé með Nei, Butterbean var rosa góður í þessu Shame on you, Biggie hann var náttúrulega ofboðslega þungur hann var lágasinn hann var bara 1,75 eða eitthvað ofboðslega þungur og feitur en hann var rosa góður í þessu að þú veist vera með lágt gard og feinta með öxlunum bara og fá viðbröð og svo, þú veist, beðin eftir réttu viðbröð og smelti þú veist, það var ekkert að eyða orku í eitthvað bull það var bara með yfirhandur hægri sem hann vildi hitta and that's it og hitti, er það sem hann gerði Já, hann var betri í bóksan fólk tekur hann alltaf sem eitthvað sideshow green, sko, en hann var actually bara mjög frambærlegu bóksari á tímbili, sko Já, skilja það, við færum okkur aðeins áfram bara Loka, bara flott hjá Ágústi Davíðs frá Hnefaleggjafélagi Þórs ágæri mæti sér aftur það? Já, þeir eru tveir þarna Þannig að þetta er trilógía Já, sko, þetta eru sko, þú veist, þeir eru í raun og veru í B-flokki þú veist, svo er A-flokkurinn Sigurjón, Kolli og Elmar Já, ég skilji Enda, já Erum við að fara að tala um það bara það núna? Já, það er Magnús Sigurjón Guðnason Þarna var namnið Þetta var vilt, en það mátti sjá, sko gæðamun hann á milli bardaga Já, ég held þessi þriðji bardaðana Sigurjóns og hinn tveir voru móti Armanda sem var náttúrulega bara 86 kíló gæi á meðan að Kolli með svona 30-40 bardaga sko þannig að þú veist það var mikil reynslumunur þarna og mér fannst Sigurjón eiginlega bara gera drullu vel að hangi í þessu og halda sér inn í þessum þú veist, en mér fannst Magnús Kolbjörn vinna alla lótirnar sko Ég vil vera þessum þreytir Já, þeir líka bara gá allt í þetta var bara, allur bardaginn var eins og síðustu 10 sekúndurnar hjá Holloway og Gaethje það var bara, þú veist þetta var crazy stóðu bara móti hverjum öðrum og bara sko ég manum eftir að horfa á þetta og svona miðja aðra hluti þá er ég svona, ok, tankarnir það er bara 2 tómir tankarnir á þannig heldur þeir áfram að slá og þeir voru á tímbili bara og þreyttir til þess að fara upp með hendina til að verja sér nánast en svo bara sá maður sveifluna koma það var ógeðslega að finna að segja þetta bara sjá Sigurjón, þú veist, á stólunum milli lota, bara fullt af blóði í nefun á hann er bara fuck maður og svo Kolli í milli lota hann er svo skemmtilegt svona geðveiki slott í augunum þú veist, Karl að segja við hann eitthvað svona, eitthvað, finnst ekki gaman eitthvað, hann er bara, jú maður geðveikin í augunum á honum, sko þetta var klikkaður bardagi, þeir gáðu fokkin allt í þetta og þú veist, Tristan Stiff og Hilmar setti tónin með fyrsta bardaganum og þeir fokkin endu þetta þú veist, með sömu ákefð bara, þú veist, það var ekki einhvern veginn hægt að byrja þetta mót betur en ég enda þú veist, þetta var bara geggjað, sko bara
firefight Já. í fyrst og síðasta, reyndar í mörgum bördum en gott að fyrst og síðustu bardagi séu svona áhorendavænir eitthvað sem allir áhorendur sama hversu mikið við vitum bóks horfa og eru bara eitthvað I'm happy with this það gæti allir, þú þarft ekki svona skilja bóks til að vita bara að þetta var geggjað fætt þannig vill maður hafa fyrst og síðasta fá áhorendunni í gangi fyrsta og síðasti þannig að þeir lappa út og bara ég djöfull hlakka mig til í næsta byggamót með þeir nákvæmlega, og þeir gerðu nákvæmlega það en það var, mér varst það svo fyndið sko, þeir mættust svona einhvern veginn og bara kilt og svo bara bara taka góða landa og svo bara ég mitt fór að hugsa það sko í annar lótinu, þá var ég bara ef annar þeirra tímasetur leifir hinum að flörja svarar ekkert bara þú veist reyna að taka hanskana aðeins með smá höfurhefingar eða eitthvað og nýtir svo þegar að hinn bara getur ekki meir koma þá með sko Sigurjón náði eiginlega eitt skipti sko og það Kolli var alltaf að hitta hann meira en svo kemur Sigurjón með bara eina sveiflu þarna og maður sér alveg svona fætinn og Kolla aðeins svona svíkjan í smástund sko þannig að hann reyndi að tókst næstu eru þeir að fara að taka aftur? Nei, nú er Elmar hérna frá Þór hann er í þessum flokki líka þannig að það er Elmar á móti Kolla þeir náttúrulega mættust á Íslandsmeistaramótinu manni hvort það var síðast að þar á undan það sem að þeir fóru í split decision og Elmar vann, mér fannst Kolli hafa tekið þann bara ég ætla alltaf bara hérna vappi sé mér fannst Kolli nú takið það sorry, Elmar er kickboxkurinn nei, Elmar er kickboxkurinn það var einn boxari sem var í þungaöttinni einu sinni sem var rosa frambærlegur en hann var svona kickboxkur sem var svona bara að nýta sér boxið sem til að fá reynslu ég veit nægt hvernig það nei, ertu eitthvað að rugla kannski við nei, ég veit ekki ég myndi segja af svona active heavyweights fyrir náttúrulega Kolla stóra þá er Elmar Freyr top dog ég myndi segja það líka sko ég þekkir hann ekki jú, því síðan potið sko þetta er bara hann er með fansíðu á Instagram vissu það? Nei ég man ekki hvað hann heitir eitthvað svona ég elska Elmar eða eitthvað heitir það er einhverjir þetta er sko dökkarur, fjallmyndalur hann ég leiðu þessi andli lýsa sko vöðvabyggingun hans þá væri heiða bara já Elmar minn er hann með 6-pack eða 8-pack hann er með 6-pack hann er ágætlega stæltur fyrir heavyweight sko þetta er ekki bumbu heavyweight sko þetta er stór og stæltur maður sko gæti alveg verið handboltaleikmaður sko ég tengja betur þegar síðan keppa næst ég er bara ekki dróst ég er nöfn og ég erum ekki vinir sko nei, þú ert ekki komið með hann í vöðvaminnið nei ég hlakka mikið til að sjá Elmar og Kolla á næsta móti þeir eru eftir að close the show með einhverju geða ég heldur getur sett sko Kolla í hvaða loka við sem er og það verður alltaf bara fireworks þetta er svo fullkomin crowd pleaser típa það er mikill brawler sko ekta brawler elskar þetta hann elskar þetta fílan hérna næsta nefnilega umferð 2 er 8. febrúar í HFH dalsunni 10 það er svona lítið klúbbur hann ég mæli með að mæta snemma og grípa þess að það var smekkfullt síðast og það er alltaf svona spínu svona öðruvísi stemning í HFH af því að þetta er svona old school þröng bílskúr svona þröng sveitt nefnilega stemning það er ekkert eins og þetta er Rocky-myndirnar þetta er nánast þú veist nánast þegar séu með kjötfristi hann á bakvið skilur það nánast nákvæmlega sem þeir eru eitthvað sem með geta alveg verið þannig að hérna ég mæli með að fólk kíkja þar af því að þar finnur svona þessa ekta nefnilega stemning sem er alveg svona þessa 80s nefnilega stemning þessa dirty, grungy því svo fer þetta niður í World Class hann er búin að gera eitthvað svona high-end A++ það er hérna mennir ekki Dodgeball myndin það var hérna Average Joe Gym og svo var það Ben Stiller Gym hvað heit það aftur? það er ekki bara svona bland eitthvað Robo Gym hvað heit það? ég er bara að horta á þessa mynd einu sinni það er einmitt það er munurinn á HH og HR sko að háfást í svona Average Joe og svo er það Ben Stiller geggja reference betra að þú vita svona ghetto klubburinn og hérna upscale
Garðabæjarklúbburinn. Einmitt. Væpinn. Væpinn svolítið það, sko. Allt svo glæsilegt niður í kringu, sko. Já, rosa fínt. En þetta Globo Gym. Globo Gym. Ekki Robo Gym. Robot. Fighting robots. Nei, já. Globo Gym. Já, nákvæmlega. Þannig endilega farið upp í HFH og grípið þessa 80s nefnilegastemningu. Já. Hjá honum Arnóri og félögum. Herru, ef að við kveðjum byggamótið og skum öllum til hamingju með sigurinn og allt það, þetta var glæsilegt mót og vindum okkur aðeins í þegartáðnið í boði MMA-frétta. Fyrst byrja kannski að nefna að Mjölnir að fara að halda minningarglímumót til heiðurs Sigurðs Jóhanns þann 2. febrúar. Mótið fyrir börn og ungmenni á aldrinum 5 til 17 ára og fyrir allur ákveða mótinu til sorgarmiðstöðarinnar. En Sigurður tók sitt eigið líf og var bara flott strákur sem átti einhvern veginn bjarta framtíð. Já, framtíðina fyrir sér. Bara hvetjum fólk til þess að mæta og skemmta sér og styrkja gott málefni, sína samstöðu. Já. Það bara mikilvægt. Einmitt. Og hamra aðeins á þessum boðskap að ef þú ert í þessum hugleiðingum þá er alltaf ekki til að spjalla við. Akkurat. Og ekki fara einn út í hotn og heimurinn hefur verið til í billjón ár áður en þú varst til og verið til í billjón ár áður en þegar þú hverfur. Endilega nýttu þessi 100 ár sem þú haft á plándunni. En endilega það skráninga færst til 30. janúar og er inn á mjölnir.is. En mjölnismenn stóðu heiðursvörð kirkjuna þegar hann var járnsunginn. Þetta er búið að vera mjög klassi touch og klassi framkoma hjá mjölnismennum í kringum þetta. Bara virkilega fallegt og ég elska þegar bardasamfélagið stendur svona saman. Ég held að mitt fyndið ég var í sánu eitthvað en daginn og var að tala Emma eða barda eitthvað stöf og ég var Reykjavík Emma og Mjölni og eitthvað og það var eitthvað svona kallið mitt eitthvað, er þetta ekki bara allt ykkur glæpamenn sem er að berja fólki? Ég var bara, nei, veistu, þetta er bara ótrúlega heilsteypt samfélag sem hugsar vel sína og svona ber rosa virðingu fyrir fólki, almennt. Eitthvað sem ég sé ekkert endilega í öllum íþróttum og öllum hópum allstaðar. Ég held að sé ofboðslega miskilinn þessi staðalímynd, bardamanna. Það þarf að breyta henni, það þarf að uppfæra hana í það sem þetta er í raun og veru. Og þessi einmitt framkomu á Mjölni, hún sýnir hvernig staðan er í samfélaginu, bardasamfélaginu á Íslandi, finnst mér. VFC-liði gerði þetta líka þegar í jarðarförinni hans Ása. Þá stóðu þeir svona þegar það var labbað út. Reykjavík var með minningamót fyrir ekki löngu líka. Þannig að þú veist, það er bara vel staðið þessu í samfélaginu og ég virki lánaði með það. Og það er hugsaðum sína. Það var hrikalega fallegt hjá Mjölni og ég vona að sem flestir skráðu sig á aldrinu 15 til 17 ára og styrki sorgarmiðstöðina af því að það er bara ekkert annað að gera en að styrkja og það var gott að fá fulltrúa eða stráðgjafa og fleira gott. 100%. Við erum með aðgengi að þessu, það er mikilvægt í þjóðfélagum að vera með aðgengi að svona. Já, 100%. Herru, þetta er kannski svona pínu þung frétt til að byrja. Já, finnum bara í næstu. Næsta frétt er langþráða Ísland vs Nepal MMA bardagarsýning er í pípunum, stendur að hafa það í apríl næstkomandi. Í Nepal, eða? Já, í Nepal. Þannig að þeir sem alltaf ferðast sem páskana geti gert sér fenn til Sunny Nepal. Þannig að það er svona verið að diskutera, sko, það er verið svona verið að kanna svona hverjir alltaf berjast og svona, og það er svolítið verið að svona, þú veist, íhuga dagsendingu og hvernig það verður og svona. Það er einhver Íslendingur sem býr í Nepal og er að kenna jiu-jitsu. Bjössi Taekwondo. Já. En hann er að kenna jiu-jitsu. Hann er að flytja inn eitthvað Silhadit viti líka og eitthvað. Jiri Silhadit. Með mjög vanda Silhadit, sko. Bjössi geggjað, sko. Hann ræddi við mig hvernig Silhadit er búið til, sko. Og þá var hann eitthvað svona, já, þú veist, þú sækir steinina whatever, melur hann niður, býr til þess að leðju og svo mismöndi hvort að sko fólk, eða hvort að framleiðandinn sko aðskilji Silhaditið með því að sjóða vatni úr því eða láta sko sólina baka það. Og þá verður sko Silhadit miklu hreinna. Já, þú verður sólina baka það. Og sem að er aðferðin sem hann kaus til að gera bara búið til hágæða Silhadit. Þegar þú ert að sjóða þá vantarlega eitthvað fast cooking it. Já, það er fast cooking it. Niður í eitthvað drullu til þess að það kannski missir eitthvað úr því mögulega. Já, þú missir úr því sko. Missir úr því eitthvað ræsin eða eitthvað og sem er eitthvað vesen. En Jiri Silhaditið þegar það er til þá einmitt fæst það í siðkarlinu. Það sjálfsögðu. Þannig að
þið finnið örugglega sko besta silhouettið á landinu í seiðkræklinum merkt Giri. Já. Já, þannig það. Fyrir það sem vildu vita. En þetta allan í pípunum, það var mjög spennandi. Mér hlakka mjög til að geta skrifað Ísland mæti Nepal í blöndu bardagi. Geðveikt. Það ógeðislega cool. Já, já. Bjössi þarna að kenna þeim jiu-jitsu og svona og ég held að Bjössi geggjaður. Hann geggjaður og hann bara, þetta er fucking þykkur gæði, sko, hann svo fucking, sko, sem myndir elska hann. Ég þekki hann aðeins, sko. Fyrsta svona MMA-æfingin sem ég fór á var í sporthúsinu þegar hann var með einhverja svona sideshow tíma þar í glímu og MMA. Bara einhverju 4-5 gaurar sem mættu svona stundum og stundum ekki. Eitthvað, þú veist. Það var þegar ég var 23 ára eða eitthvað. Shit. Fyrir 40 árum. Fyrir 45 árum síðan. Shit. En Bjössi er geggjaður. Og þú veist, hann er með nokkra bardaginn á YouTube sem ég mæli með að skoða. Einn gaurinn sparkaði hann í köku. Bara leggkika hann í drasland, hann bara lagðist yfir hennar. Í taekwondo? Nei, MMA. Mæli með, kíkja þetta. Ok. En hvaða Íslendingar eru að fara að keppa þarna? Mjölnir? Þetta er ekki eitthvað MMA-sjó. Já, ok. Og hérna, ég veit nú ekki nákvæmlega hvernig planið verður, sko. Það kostar pening að fara það út og svona. Þannig að þetta er svona, svolítið menn að leita sér að bardaga og ævintýri samhliða, sko. En þetta er, ég held að þetta sé eitthvað 200 skall út og svo náttúrulega kostar lítið að borða þarna og Bjössi sér skemmtun og svona. Ok. Þannig að, hérna, en 200 skall fyrir bardaga er slatti. Það er helviti mikið. Í Nepal versus að geta kannski flogið út til Bretlands fyrir 50.000. En þetta er fucking ævintýri. Senni Donni það sem er fá fría gistingu og læti. Já, fá ekkert endilega fría gistingu. Í Donni? Já. Bardagmennir? Reykjavík gaman. Okay. Nei, þú veit ekki bara með rétt mál þarna. Herru, hérna... Nei. Þú veit ekki bara með rétt mál. That's wrong, motherfucker. Nákvæmlega. Herru, Peter Jan og Merab Dvalishvili verða þjálfarar í Hype Reality Global sem er svona rússnesk útgáfa af The Ultimate Fighter. Já, heyrðu þetta. Er þetta hlýtur á vegum UFC? Nei. What? Hvernig fenguðu leyfi til að gera þetta utan UFC? Sem er svona rússnesk útgáfa, svona samlíking af The Ultimate Fighter. Þetta heitir ekki The Ultimate Fighter. Þetta heitir Ruski Bruski Fighter. Þeir mætti ekki berjast þarna sjálfur en ég held að það sé samningsbundnir. Nei, þeir eru ekkert endilega að fara að berjast, sko. Merab og Jan er ekkert að þjálfa, sko. Ég hefði haldið að UFC var með einhvern ímyndarétt á bardagmönnum sínum. Nei, ég meina þú veist, alls konar fætara sem berjast fyrir UFC er að kornera gauðra fyrir alls konar önnur sambönd. Þjálfarar, en ok, algjörlega. Ég bara, kemur óvart, ég hefði kannski haldið að þeir væri svolítið svona, mátti ekki vera að auglýsa eitthvað önnur promotions eða... Nei, þið máttu alveg taka þátt í sjónvarpsþáttum og máttu bara ekki berjast, sko. Okay. Það er ég held að það sé eina klásúlan sem að UFC er með. Er að þegar þú ert á UFC sjói, þá klæðistu Reebok eða önnum með whatever, skilur og máttu ekki berjast neins þar annars staðar nema að fá sérstætt leyfi frá UFC. Okay. Held ég sé alveg pottitt eina regla. Eina sem ég vel hana, frétt af. Já. Herðu, má ég skjóti neinni? Já, skjóti með það. Nikal var... Núna held ég að Nikal verið tekin á teppið hjá Dana White. Hann lag óvart óvart, ég veit nú ekki hvað var óvart en allavega hann lag titilbarda í YouTube spjalli sem UFC er ekkert búið að tilkynna og hafðu örugglega ekkert hugsað sér að tilkynna fyrir eftir næsta pay-per-view, sko. Til þess að koma allan miðla. Já. Það er barda í Ilia Topuria Móti Volkanovski. Elia Volk 2 sem er, þú veist, þetta er risastór bardagi markaðslega séð fyrir UFC. Þannig að hann lætur þetta slippa þetta er stórt slip. Þetta er major slip. Þetta er major slip. Er þetta bardagin sem þið vildi mest sjá? Nei, við vorum á Jones Aspinall mest sjá. Nei, ég er að tala fyrir Topuria. Já, 100%. Ekki Diego Lopez, Mosar Evloev. Einhver annar. Ég vil bara fá Volk, hann var dominant champ, hann á skilið rematch, hann var að koma af slæmu knockout í viktinu fyrir ofan sig, hann átta bara inni. Og ég held að Volk bara vinni þetta, sko. Aha. Já, ég held að. Þetta er að Volkar er vinna? Já, ég held að. Hefur hann komin á aldurinn? Já, ég veit, en ég held, hann er búin að taka núna ára af. Hann náttúrulega tók og rústaði Holloway einu sinni, þegar það kæfti. Já, þetta var í febrúar mars þegar að... Þetta er ár komið.
Ég held að Volk taki þetta, ég held að sé kannski ekki að þegar, þú veist, Volk náttúrulega geggjaður, en ég held að Topuria komi bara ekki alveg rétt gíraður, ekki alveg rétt með hausinn ekki rétt stiltan í barðan. Ég held að hann geti verið bara farin að horfa upp á Ísland. Já, bara ég vil taka Ísland. Volk bara Volk, og ég labbi gennum Volk og síðan Ísland beina leið, tek 2 belti, jafnvel upp aftur 3 belti, make history, bla bla bla. Hann tala bara þannig. Já, ég held samt sko, þú veist, það eru contenders í featherweight. Það Movsar Evloev og Diego Lopez, Brian Ortega þarna þá. Þú veist, það eru gaurar að berjast við. Lopez eina af þessum gaurum sem ég held að búinn að vinna sér inn og spennandi titilbardaga núna. Ekki Movsar Evloev eða? Nei, ég var til að sjá eitt bardaga og hann... Ég held að þeir berjast nefnilega 2 sko, Diego Lopez og Movsar Evloev og það verði svona number 1 contender. Já, það staðfest eða? Mér minni það. Já. En ég held að það sé bara rétti bardaginn til að meika. Ég held að ef þeir keppa og koma og sigurinn úr því hann á eftir að græða ofboðslega mikið á reynslinu og þeim barða og sé bara miklu meira reddi í titilin. Volk á skilið þetta rematch. Ég bara harður á því. Já, hann á skilið. Það er ekki endilega það sem ég vildi sjá skilinu en á þetta klálega skilið og það er ekki staðfest. Hann á rumored á móti Rodríguez. Já. Það er annan gaur þarna í topportinu sko. Það eru contenderar sko. Mér finnst þannig að ég bara einbætti svo sinni deild. Já, en á saman tíma þá finnst mér bara Volk eiga ógeðslega skilið. Með að við hvernig aðdragandinn að þessum bardaga var sko. Þá var svona 100% Volk gegn Ilia Topuria, við veist að mikið sennst og ég held að Ilia Topuria takk henni aftur. Bara fólk líka bara, mér finnst fólk svolítið gleyma því að Volk stóð í Islam fyrir 1,5 ári, rúmu síðan. Herri, sorry, Movsar Evloev búinn að mæta Diego Lopez á vinnan. Það var á 288, var það ekki Diego Lopez tók þetta með mástu 4 daga fyrirvara eitthvað? Jú. Ég var samt til þessi alvöru bardaga. Já, full training camp og svona. Já, en það var svo, hann vann einhvern veginn huga og hjarta þar aðdáðanda og hann var eiginlega Diego Lopez eftir hann bardaga. Já, nákvæmlega. Þetta var það sem hann var. Hlutabréfin Já, þetta var fyrsti bardaginn hans í UFC, það ekki? Jú. Þetta var hans leið inn í UFC, var takað hennar short notice fight. Og þá pínu crazy. Já. Fight of the night. Og það núna á 5 bardaga sigurgöngu eftir það. Já. En eftir Topuria Volk, either one of those guys skilur bara sjúin, en mér finnst Volk þetta mikið skilið. Ég er ekki, þú veist, ég er ekki afskrifan, sko. Ég myndi, ef ég ætti að setja peningin á annan, þá myndi ég setja peningin á Volk. Það er kannski vitleysa. Sko, ég held að eftir að fá fínan stuðul og ferða á Coolbet að kemur að þessu. Já, potið, sko. Já. Ég er nú stuðlunum og Coolbet bara 3 eitthvað daga þess að dagina, sko. Ég er alltaf að vinna eitthvað pening tilbaka, sko. Já, maður er búin að vera svolítið mikið hérna í kringum landsliði líka og hafa með handbolta. Ég nefnilega fór helvíti flatt á þessum Króataleik, sko. Helvíti flatt. Ég setti 50 skall á Króataleikin. Ég fór ekki svo flatt. Ég setti 50 eurur á Slóveníuleikin og vann eitthvað 115, þannig ég ákvað að setja 120 á Egyptaleikin. Og þá vann ég eitthvað 270, þannig ég ákvað að setja bara 300 á næsta og ég ætla að halda þessu áfram alveg þá til að vera heimsmeistarar. Já. Þú veist, og ég Sveið ekkert að tapa. Jú, líka bara það var svo leiðilegt út af því að þetta var ekki eitthvað svona spennandi leikur, við bara töpuðum þessu á fyrstu 10 mínútunum, fyrstu 5 jafnvel. Bara eftir að Viktor fór út þá var þetta búið. Já, handbolta-podcastið. Handbolta-podcastið En já, þannig ég búinn að vera svolítið á Coolbetinu núna síðust þetta að skoða stuðla eins og maður. Já, ég fer alltaf yfir þetta og finn mér auka cash. Þetta svona auka innkomi hjá mér. Já, við þurfum að hlaði seðil sem væri nú gaman að setja inn seðilinn og Emma-frétti fyrir kvöldi núna á laugardaginn. Já. Ég búinn að ákveða að ég ætla að græða peninga á þessu kvöldi, sko. Já, en við þurfum að vera sammála hennan seðil. Biggi. Það er Adesanya by KO. Adesanya by KO. Það byrjum á því. Gerum við ekki allir Ég vil ekki vinna með bygga. Nei, sko, gerum við ekki allir seðil og svo erum við með eitt svona parlay sem við svona við veljum allir eitt bardaga sem við erum að þetta fer svona, ég veit það. Við finnum það bara út og eftir, bara svona hvað við erum sammála og hvað fer að seðil. Það er ekki bara. Mér finnst alltaf best. En ég til í svona Coolbet Madness. Já, ég til í það líka. Svona þar sem við tippum eitthvað Coolbet og Salme hitti betur. Svo svona væri kannski skemmtilegt að aðtuga hvort við náum að splæsi watch along
Já. og ef við erum, þú veist, við erum allir með pening undir, sko, þá erum við heitir. Já. Mér hlakkar svo til að breytast í svona kínverða með sígarettu. Já, ég líka. Hefur ekki hort á, It's Always Sunny? Hef ég hort á It's Always Þegar Sunny? Frank var með, Underground Casino. Elska það. Ég líka bara ekki, ég ætla að vera svona. Ég var bara nákvæmlega svona. Fuck, það var ógeðslega Voru ekki konur rússneska rúllettu þar? Jú. Jú. Í lokin. Herru, geggja. Herru, má ég kveðja fréttapakkan? Það er svolítið slatti, sko. Það er Það er slatti. Hvað er með náttúrulega Umar Nurmagomedov Já. vann Paul Hughes þarna fyrir Bellator Lightweight title. Það eru Og skipta skoðanir. skipta skoðana Já. á þessu, sko, og En- Paul Hughes finnst hann að vunnið. Usman Nurmagomedov segir að hann hefði klálega vannmetið Paul Hughes og hann er alltaf búið að vera eitthvað bíf þarna, þú veist, Habib var að segja að Írland er ekki með fætur eitthvað, en svo tók Habib bara smá ræði á mæknum hann eftir á og sagði bara, þú veist, myndi alltaf á að Írar eru bara stærstu stuðnings, mestan stuðning við, Palestínu og þú veist, sagði þetta, þú veist, og hann svo bauð hann, Paul Hughes og kom að æfa með þeim Okay. og vill svolítið bara svona, þú veist, að það er gott fyrir komandi kynslóðir að bara að drepa þetta Dagestan, Írland bíf sem Já. myndaðist hjá Habib og Conor Conor McGregor. og Paul Hughes sagði að hann væri mjög til í það, koma að æfa með þeim en ekki fyrir hann er búinn að fá rematch við Usman og fyrst fá rematch við Usman sagði samt eitthvað að hann þarf að vinna 3 eða 4 til að fá rematchið en þeir eiga bara run it back, sko. Það voru eiginlega allir á því, mjög margir á því að Paul Hughes hefði átt að vinna þetta, sko. Já, remma þetta strax bara. Og þetta hefði kannski verið svona einhverju Dubai judges að gefa þetta á muslimann, sko. Og einn af dómarunum var Saldi Amato, sko. Það eru alveg skipta skoðanir á netinu. Það er alveg fylkingar. Já. Usman fylkingin sem er bara, já, hann vann en Hughes stóð sér ógeðslega vel og svo Hughes, já, fylkingin sem er bara, þú veist, Hughes vann. it was a robbery. En það var En ef við rosa- ætlum að dæma þetta út frá, þú veist, það sem við oft tölum þú var að taka titilina af meistarann. Já, Þú getur ekkert verið í close fight og vonast Nei, til að fá split decision til þín að þú ert ekki meistarinn já, og hann hefur bara þurft að vera meira ágerandi, held ég. já. Já, alltaf sé ekki rétt sér. Eitthvað fleira frá þér, Biggi? Það var náttúrulega BKFC, sko. Það var Jeremy Stevens Já. á móti Eddie Alvarez og Jeremy Stevens tók hann út í 3. lótu minni mig. Já. Kjálkabrauta. Já, kjálkabrautan var mitt. Ái, maður. Og Ben Rothwell rótaði sinn gæði líka bara á, sko, hálfri mínútu í co-main eventinu, sko. Hann er búinn að setja saman núna nokkur sigra þarna í BKFC og það voru nokkur skemmtileg nokkur þarna og alltaf fjör þarna og, sko, Conor, hann mætti bara upp í ring eftir að Jeremy Stevens vann og bara ég vil vera næstur og sagði við Dave Feldman, eiganda BKFC, bara kottum með dagsendingu. Þannig að Og hann er ekkert samningsbundin síðan. nei, Ég ég veit það ekki, sko, það veit ekki. það veit engin neitt hvað er, nei, já. Eða fær bara Conor að gera það sem hann vill. Já, Ég veit kannski. Ekki lengur, held ég. Nei. Fyrir 2 árum, já. Það var hann geta bara. Ég held að Conor Já, sé bara gera þetta. hættur í MMA. Ég held að það sé málið. Ég held að hann sé max að fara að taka þetta, dirty boxing eða eitthvað þannig. Já, en náttúrulega hann á hlutabrif í Bare Knuckle. Já. Hann náttúrulega bara, það var geggja fyrir hans eigið kompani ef hann myndi koma þangað og ekki geta barist. Já, ég held bara að hann yrði lamin í köku eins og staðan er núna. Já, ég held það líka. Hann er ekki búinn að gera neitt undanfærin ár. Nema skandala og vesen og bull. Já. Einmitt. Það er bara þykilegt downfall af Greimann. Það er eitt viðbútt. Við erum búin að vera að tala eins um GFL, Global Fight League. Þeir eru búin að sæna svo marga og eitthvað. Tony Ferguson komið þar yfir, sko. Já. Og það verður eitthvað skemmtilegt við því. Menn er að tala um Dylan Danis geti verið anstæðingur fyrir hann, sko. Er hann inn á draftinu það? Já, þeir sænuðu hann allan daginn. En svo er bara eitthvað, eru GFL að segja bara að við erum búin að sæna alls konar gauðra og Rashad Evans er bara eitthvað, bara þetta er bara lygi. Það var lygi. Já. Í alvörunni? Já, Rashad Evans, þeir nánsuðu á vefsínu sinni að þeir verið búin að sæna Rashad Evans. Já. Og svo var hann bara, hvað meinur, ég er að fara að berjast hérna við Rampage. Hann ætlar að boxa við Rampage í apríl. Og Sko, þeir eru búin að birta drafti sitt og Já. mér fannst þetta mitt rosa svona skemmtilegt nýtt fyrirkomulag. Bara svona, það var svona manager og þjálfari, það voru 6 lið, manager og þjálfari í hverju liði, svo var draftað. Bara svona eins og í NBA og NFL nýlega draftinu. Mér finnst það rosa sniðið fyrirkomulag og ég var bara, vá, flott nöfn hérna, bara alveg langt niður listan, sko. Mér finnst það leðilegt. Hvað? Eitthvað svona draft og eitthvað svona dót bara, þú veist, hvað er í gangi? mér finnst það alveg skemmtilegt. Ég held líka bara þessi að gera þess öðruvísi, þú veist, önnu bardagasamtök hafa svolítið bara komið inn og svona og bara, ok,
við ætlum að gera nokkurn veginn það sama og UFC að gera ég held að þessi, þú veist, GFL svolítið svona við ætlum aðeins að gera þetta öðruvísi heldur en UFC og kannski, þú veist, veiðu við öðruvísi áhorfendur En það er ekki að nöfnin, sko að reyndar, ég held að manni hvað margir svona roster en það eru 50 manns þarna sem eru komnir yfir 35 Sko, Frank Mir Wanderlei Silva ég man ekki hvort það var sko Shogun Hua Wanderlei Silva Já, Shogun Hua Já, Frank Mir og þú veist, þetta er bara eitthvað gauðra sem ég held að væri bara sko Wanderlei Silva var þjálfari held ég, eða umbásmaður hann var ekki bardagamaður held ég Nei, hann er part á þessum lista sem var signed Já, ég held að sænglistin séu líka gaurar sem eru sænd sem þjálfara og það hlýtur að vera og það er bara Frank Mir að fara að berjast Það inn á MMA fréttum þá er fréttum þetta það sem er farið yfir fyrirkomulagið og svona og sýnt draftið úr öllum liðunum og líka hver eru þjálfara umbásmenn En svo er þarna, þú veist, Tyron Woodley, Kevin Lee, Anthony Pettis Sagecut er hann No Sagecut, Luke Rockhold, Derek Brunson Það er alveg mólarinn á milli og svo legendinn á milli Ég held að þetta verið vinsællega en PFL Já, getur verið, sko Þetta en PFL Já Þeir líka bara svona taka svona, þú veist, þeir sem hafa verið köttaðar af UFC þeir að taka á alla og svo er þeir bara að fá geggju laun, sko segja þeir, við sjáum fleiri bardagar sem kom inn og bara við ætlum að borga öllum $10 milljónir og svo bara en þú berst einu svona ári max en þeir að fá einhvern ellilífeyri og eitthvað hjá PFL það er retirement fund og eitthvað I'll believe it when I see it ég sé það ekki alveg gerast sko ekki þeir eru farnir á hausinn eftir 2 mánuði sko nei, nákvæmlega, ég líka bara sko fyrsta sjóið á að vera í apríl og ég veit að ég ætla að horfa það er fyrir saman við getum fengið að sjá Tony Ferguson vinna getur séð Paige vann samt já, við höfum það ekki neitt það gleður augað Robles de Spain er komin ángað það er nú skemmt, það er spennandi sko. En þú, hvað er hann bara með samning bæði við Karate Combat og þetta? Það er spurning sko hvernig hann hefur hasað út Karate Combat hann var einmitt að tala að Karate Combat sé að borgarna miklu betur heldur en UFC gerir Já, hann er líka stjarnar þar hann var middgaur í UFC ég held að þegar þessi gaurar sem er að skipta yfir í önnur bardagsandöku bara ég hef það milljónir hérna og maður bara ekki þú varst meðalgaur í UFC þannig ertu besti gaurinn sko. Já, nákvæmlega en alltaf bara, ef þú væri stjarnar í UFC það væri millions of millions þá ertu komin í pay-per-view points og skriljónir, bara John Jones crazy money Þannig að sko, en það sem ég óttast svolítið þarna eins og ég horf hann upp eins og bara Thiago Santos sem er maður sem ég fílaði rosa mikið á sínum tíma það er ekkert púður í honum og hversu mikla flugveldarskrýningu getur gert með einhver púður í ekki mikla Þannig svona en við sjáum hvernig þeir raðu kvöldunum sko ég get alveg trúið því að það væri kannski svona Young Thugs og síðan svona League of Legends skipti svolítið á 40 plus deild já, að þú veist að sjáum bara svona með Tony Ferguson móti einhverjum öðrum gaur sem er bara á svipuður ekki Tony Ferguson er ekkert eldgamall það er 41 eða eitthvað Þú væri sárt að sjá Tony Ferguson tapa aftur ef hann tapar hann á hætti ára MMA nei ég sá þegar kynnti Tony Ferguson og bara eitthvað MMA Pro MMA record 23-7 þó hann sé á 8 fight losing streak það er bara eitthvað bull tölur sko hann er með 11 töpum öllum sko þeir voru bara eitthvað bull einhverja tölur sko Ég get alveg ímyndum að segja að hæpa þetta vel sko, þeir þurfa að gera eitt sem ég tekið eftir þeir eru búin að ná að vera ótrúlega mikið í headlines með það þeir eru búin að halda 0 í venda ég er búin að sjá meira síðustu mánuðin af fréttum eiginlega af þessu promósinu heldur en PFL og þeir eru ekki að halda í venda sko. þannig að þeir eru allavega búin að grípa í það og en alltaf ef þessi event er bara eitthvað skilur við, þá deyrir þetta strax strax sko en ég held að þeir hljóta að stilla upp einhverjum cannons en ég held samt að saman því sko, ég held að ameríski markaðurinn fatti þetta fyrirkomulag og ég fatti ekki undir svona draftvirkar þá held ég fatti þetta miklu betur heldur en eins og PFL sem var að reyna að vera með svona enska boltan fyrirkomulag vera með svona deild hér og svo vinnur þau upp í efri deildir og eitthvað en average amerikani hann er bara, ég skildi ekki ég eiginlega ekki heldur sko mér finnst, þú veist, ef þú ætlar að vera með eitthvað fyrirkomulag með UFC fyrirkomulagi fínt, sko
svona auðskiljanlegt, það ekkert erfið, þú veist, þú þarft að berjast upp stigan og svo getur þú tekið shortcuts eða með ákveðin privilege og það bara alltaf. En ég held að með þessi draftpæling, hún getur búið til svona liðsstemmingu. Þannig að það getur verið svona tribalismi sem verður til hana. Þú veist, við í þessi liðu hötum þetta liði að þeir eru alltaf að vinna okkur, skilur. Og þú veist, líka Team Los Angeles getur verið spennt að mæta Team Miami og eitthvað skilur. Svo kemur eitthvað svona utan og komið til liðið Team Dubai og þá eru Team Los Angeles og Miami kannski allt hefur saman og eitthvað. Áhugavert að Team Los Angeles var með að Team Los Angeles og Team São Paulo og ég myndi Wanderlei Silva var hérna managerinn í Team Los Angeles, hann brassi sko. Bara brassar, við höfum bara brassað hérna allt. Það gaman. Herru, hérna fylgjum okkur aðeins áfram. Það hérna Saudi Card. Það Saudi Card. Hérna Israel Adesanya snýðir tilbaka í búrið og mætir National Team Imavov í aðalparta kvöldsins. En það er smá trivjaspurning. Við hvern barist í síðasta barðan sínum sem var ekki på titil. Barðan fór fram á UFC 234, að segja. Brunson? Ekki Brunson. Hann var mjög langt síðan að Issi barðist ekki på titil. Já, nefnilega. Hann hefur verið bara í titilbarðu mörg ár, sko. 6 ár, heldur. Já. Ég hef ekki hugmynd. Það er svo langt aftur tíman. Þú ert ekki eftir að fyrirgefa þér eða þú nærðis ekki, sko. Býtu. Þetta er eitthvað svona gaur sem að man eiginlega ekki það mikið eftir. Eitthvað Wilkinson eða eitthvað, Nei, þú ert alveg far off, byggi minn. Já, ok. Þú veist vissulega hvernig þetta er. Já, ok. Þetta er ekki Kelvin Gastelum. Nei. Það var titilbardagi. Var Derek Brunson titilbardagi? Já, ætli það ekki, víst það hérna. Nei, Derek Brunson. Ég man það ekki alveg. Byrjar á A og endur á Ylva. Anderson Silva? Já. Já, rétt. Já, bara þess að Anderson Silva og svo tók hann interimbeltið af Brjála. Já. Svona líður tíminn okkar. Já. Voru að cheat. Ég hataði þann alveg bara with a passion. Issi á móti Anderson Silva? Já. Það stóðu bara hólakotna hann. Nei, það var Romero, það var líka Romero. Það var líka bara disrespectful fyrir Anderson Silva, sko. Það er að leifa honum að hætta á þess að fara einhvern svona fullbardaði. Mér varst fallið á hann að taka bardaðan án þess að berja hann. Já. Pínu disrespectful samt að berja hann ekki, sko. Svona eins og mér finnst það næstu ég var að gefa hann séns. Eins og var að spila Ludo við barn. Ég fekk 6, ég fekk 3. Ég kann ekki að spila við krakka, sko. Ég rústa þeim bara alltaf. Já, ég geri það líka, en maður á að gefa þeim séns. Já. Eða það ekki? Allavega Nonni svona wipes the floor with them. Já, og svona gamemanship í miðju spili og good shit. Herru, ég ætla að poppa upp Coolbet og vera með oddsin og hreinu. En við þurfum aðeins að fara yfir þetta kart, af því það er margt að frétta á þessu karti. Já, ég með oddsin frá mig og Coolbet. Herru, hvernig er Adesanya? Adesanya er 1.58, Imov 2.45. Sko, ég sé þetta allan tíma sem Adesanya. Ég sé hann ekki tapa fyrir Imov. Langt síðan að kefti, sko. Já, gæri. Sko, hann er ekki, þú veist, síðustu bardaðar í honum hafa ekki verið góðir. Já, Adesanya? Já. Jú, hvað meinar þau? Hann tapaði þarna móti Strickland, það var smá svona. Strickland barðan. Já, þú veist, það var bara. Endaði eldan og öskra á hann í lokinu, hann ætti að berjast og þessum maður og eitthvað. Já, það er ekki svona Strickland, sko. Já. Come on, Chinaman. Svo bara, þú veist, Alex Pereira, þú veist, hann alltaf vann Alex Pereira síðast og þar undir, sko. Alex Pereira var svona að berja hann og svo hitt hann svo tapaði hann fyrir Alex Pereira hann var að lokka hann inn. Alex Pereira var ekkert að berja hann var að leyfa honum að sveifla hann þóttist vera svo grændaði Jan Blachowicz í glímunni. Já, þú veist, hann var bara undirsæst á móti Jan Blachowicz, sko, það er ekkert heljum það ekkert með þessari umræðu, sko. Jú. Ósammála. Út af því ég held að Imavov sé að hann er að fara að wrestla við hann. Það er mjög málið. Jú, hann er ekkert að reyna ég held að það væri bara striking affair, sko. Ég myndi hugsa það fyrst, sko, að þetta væri svona kickbox-bardagi, sko. Það væri bara báðir góðir kickboxarar og það myndi bara kickboxa og Issi myndi vinna. Ef svo hugsa með mér, en Imavov hefur tekið bakið af öllum sem hann bestið. Já. Og hann er bara mjög frambærilegur glímumaður og sterkur
Já. Þú veist, það er virkilega mikið power í honum. Og svo bara, ok, hvernig vann Dricus du Plessis Adesanya? Ég held að hann sé ekkit mikið minna en Jan Blachowicz. Hann er ekki 205 pund eftir að hafa köttað. Jan Blachowicz er alveg hjút, sko. Já, ég meina, ég er að tala um hæð. Já, hæð. Já. Ég meina, Issi, sko, verður líka áttöku á þeim tíma sem þeir enda keppti þá var Issi óða skinny. Hann var meira skinny heldur en var í síðasta barða. Já, þú veist, Issi þyngdi sig ekkert fyrir light heavyweight. Hann bara mætti sem middleweight í light heavyweight. Bara undersized og fór ekki vel, sko. Ég er að pælja að setja seðila á Imavov í þessum barða. Ekkert mikinn, en smá. 2.48 stuðull, sko. Flottu stuðull. Þetta er sexy. Þetta er sannig að koma löngu layover. Hefur ekki verið neitt sannfærandi í börðunum áður en að fór í frí. En mér varst hann sko á köflum líta mjög vel út á móti Dricus sem að vann þetta bara með að sko hjóla inn í hann og var alveg búin að gasa þessu út af því fjórulóti að vera að taka niður og eitthvað. Þetta er ekkert walk in the park sko. Nei, en sko ég held að Dricus du Plessis síðast nánast það er svona rosa gott matchup fyrir Adesanya og þegar hann er bara já, hann vill bara fara áfram, pressa og þú veist vera aggressífur og Adesanya er svona sniper striker. Er ekki draumur fyrir sniper striker að vera með eitthvað sem er bara með eitt gír og það er að labba áfram. Dricus du Plessis labbar ekki bara áfram. Nei, hann slægir og reynir fellur og eitthvað. Hann hjólar áfram. Já, hann tekur ekki skrifa aftur á bak. Og hann er ekkert eitthvað brjálaðislega defensively Nei, hann er stundur svolítið vandræðilega sko. Já. Og með svolítið svona ég hefði haldið að það væri bara rosa gott matchup fyrir Adesanya, fyrirfram, fyrir sniper. Já, mæta Dricus. Já. Ég sá það aldrei þannig einhvern veginn. Ég man það svona mikið sko. Hvernig ég sá þetta á sínum tíma. Nei. En upprunalega þá sá ég þetta sem svona sniper versus sniper matchup sko. Þeir myndi bara standa og kickbox allan tíman. En svo finnst mér svona eins og að Imavov sé mögulega aðeins betri og frambærilegri í glímunni. Svo sem hann líka fyrir sig, fyrst að Issi tapaði með rear naked choke síðast að hann myndi taka til í glímunni sinni og losa menn á bakinu og eitthvað. Svo hugsa maður líka eina ástæðan fyrir því að hann er rauninu chokeaður út af því að Dricus nær honum með einhverju vinstri krók minni mig. Já. Og viltum vinstri krók, hleypur hann upp búrið og á svolítið auðvelt með að taka hann niður. Já, og hann er bara svolítið vankaður. En það með kemur svolítið inn í þetta er bara the physical power. Issi vantar svolítið þetta power, þú veist, þennan líkamlega styrk. Imavov vantar það ekki. Nei. Hann er sterkur sko. Já, hann er líka 28 ára, Issi hann er 35. Já. Issi er komin á hann aldur þar sem hún vinnur ekki lengur beltið tilbaka sko. Nei, og verið inactive síðustu ár. Þannig að, þú veist, ef maður ætlar að veðja okkur underdog, þá er Imavov ekkert hræðilegur hundur að velja. Nei, alls ekki. Nei, já. Ég var til að sjá sko stuðlinn fyrir sko Imavov by decision. Ef það er eitthvað mikið hærra en 2.45, fattar ef það fer upp í 4 eða eitthvað, þá er það mjög sexy kostur sko. Gæti hann þetta ekki bara söppa? Jú. Ég var til að setja hann bara söpp í 3. Ég geti séð fyrir mér ef að Imavov næri að nýta glímunu sína, þá er hann svolítið svona að stela lótum með takedowni. Já, hann geti alveg gert það. Séð það fyrir mér sko. Ég er sammála. En þú veist, hatt ekki að teikið að Issi vinni þetta? Þú veist, hann er líklegri, hann er náttúrulega, hann hefur reynsluna, hann hefur ekki bara reynslu í MMA, hann hefur reynslu í kickboxi og hérna, he's a winner. En ef ég ætla að taka einhvern hund í þessari viku, þá er Imavov hundurinn minn. Kjölsurakkinn minn. Sko, ef þetta verður kickbox bardagi, þá vinnur Adesanya þetta, hvort sem það verður decision eða KO. Ef Imavov næri að blanda inn glímunu sinni, þá gæti hann tekið þetta decision, jafnvel submission. En ég held alltaf að Issi sé svona hættulegur og gæti nokkað hann út sko. Já. En nokkað hann út? Já, ég held að hann myndi ekki gera það í einu höggi, en ég held að hann geti písað hann upp og endanum. Já. Ég held það sko. Já. Ég var eigin að hallast það fyrir þátt að segja að Issi vinni þennan bardaga, fengi svo mögulega titilbardaga og tapi húnum. Já. Ég var svolítið að hallast því, en ég er alls ekki sannfærður samt. Já, ég get alveg trúið því. Þegar maður horfir líka bara á hvern Imavov er búin að vera berjast við, ekki nærðið því á sama leveli og Issi skilur. Nei, alls ekki. Aldrei. Og ég meina, þú veist, þetta er risastórt skref upp á við fyrir Imavov. Bara huge.
hvernig Izzy samt ennþá ranked? Held að Izzy will get his ass beat by a Frenchman. Já, ég held að Izzy trubla hann ekki neitt að mála á þessu neglunar, sko. Mála á þessu neglunar? Já. Izzy? Já. Já, ég held að hann gera það, sko. Oft með naglalakaða neglur, sko. Já. Hann svo sérstakur eitthvað. Já, gaman að því. En Imo var alveg að setja saman 3 flotta sigra í röðu. Roman Dolidze, Jared Cannonier og Brendan Allen. Þetta er allt top 15 gaurar í 3 í röðu, sko. Já, Cannonier, The Killer Gorilla alveg bara nálg sterkt upp, minnum mig. Já, og það svolítið skref frá þessum gaurum í Duplessis, Sean Strickland, Adesanya, sem svolítið in a league of their own, hann. Við minnum reynda sko á hann að stoppa Cannonier og við minnum að Brendan Allen hefði aldrei átt síðans. Já, reyndar, ég held að það sé réttir. Já, við minnum það. En það Man komið mikið óvart. Já, en þetta stórt skref samt upp á við í gæðum. Já. Sjáum hvernig að díla við það. Ég held að hann díla bara við það með það að skella sér í fellu miðja fyrstu lótu. Þá hann strax komið með það inn í haus. Sko, ef hann nær fellu strax, þá held ég að vinna þetta. Bara nokkuð þægilega. Út af því ég held að þá sé hann komin inn í hausin og Izzy sé bara ef hann fer með hendin eitthvað niður og snertir honum niður, þá bara Izzy komin í felluvörðina, þá bara fer hann 2-3 króka í andlitið. Já, það mjög skemmtilega sko, hvað glímuhótunin liggur í Imavov megin. Já. Og það geti haft mikil áhrif á, þú veist hvernig þessi barndagi þróast. Já, ég sammála því. Í strækingun. Fer svolítið því hvernig fyrstu 2 fellunar fara við Imavov. Ef hann nær fyrstu eða annari fellunum sinni, þá geti Izzy bara lent andlega í töluverðum vandræðum með felluhótunina. En ef hann nær ekki þessum fellutilraunum, þá geti hann mist svolítið kraftinn og svona trúna á verkefninu. Ég held líka að Izzy geti unnið smá svona sálfræðileik ef hann tekið niður og nær að standa upp. Ef hann getur sýnt Imo og hann geti ekki haldið honum niður, sko. Þá geti það svolítið svona momentumi switchað, sko. Ég held sem bara ná fellinu síðan ná, sko. Því að það svo erfitt að standa upp. Já. Það tekur svo mikið power að standa upp þegar þú komin á bakið. Sko, ef ég væri coachinn hans Imavov, þá myndi ég að strækaði við hann og þegar þú lendir clean og bara lendir vel á hann, skjóttu. Eða keyrið hann upp í búrið. Því að Izzy lendir líka því að gefa, snúa sér undan og gefa bakið svolítið. Já, hann gerir það mikið. Í standandi klinsi, sko. Og lendi illa í því á móti Sean Strickland, lendi illa í því á móti Duplessis og þetta bara ekki hans staða, skilur. Nei. Að vera með bakið upp í búrið eða gefa bakið upp í búrið og láta bara, pikka sig. Já. En ég myndi definitely bara, byrja fótunum hans eða eitthvað, leið og smellir hann aðeins, skjóttu. Líka mikilvægt, ef menn að keppa móti þessi, þá mikilvægt að gefa honum ekkert respect, þó hann hittið. Halda áfram að pressa hann, vertu in his face, ekki sína hann neitt respect, þá fer hann oft aðeins að brotna. Þá sér maður svona mynda sprungur í egoið. Bara Strickland og kannski mögulega Duplessis sem hafa náð að gera það við hann. Já, það eru bara 2 síðustu bardagar, eða ekki? Já, það eru 2 síðustu bardagar. Þannig að þú veist, það þá orðin einhver sögulína í bardagunum hans, finnst mér. Já, þetta eru championship fights. Algjörlega. Er þetta ekki 5 lótu bardagi? Jú. Var ekki bardagan móti Brendan Allen, var það ekki 5 lótu bardagi líka? Já, held að. Þannig að hann ekki getið fyrst skipti svo. Nei. En þú veist, Izzy líklegri. Já, ég sammála því. Ég haldast að Imavov. En Imavov fyrir hundurum en ég hef trú á hann. Ég held að Imavov Brendan Allen hafi bara verið 3 lótur, sko. Já, það var bara 3 lótur. 3 lótur, ok. Þannig að þetta í fyrst skipti sem að Imavov fer mögulega 5 lótur. Það hefur alveg áhrif, en það breytir ekki máli. Nei, hann fór 5 lótur á móti Dolidze. Já. Ok. Þannig að, ok, þá kann þetta alveg. Ég segi Imavov og ég set hann á parleimin. Ég ætla að segja Imavov sub 3. Ég bara þar. Ég held þetta fari ekki til championship. Ég bara skil ekki almennilega okkur Adesanya ennþá ranked. Þú veist, þetta level of disrespect hérna, sko. Já, mér finnst þú alveg out of pocket núna. En hann bara 4-5. Og tapar 2 í röð. Já, hann var svo háu level í samt. Og þú veist, þú ert ekki að rapa niður eitthvað sæti eða þú missir, beltið til Sean Strickland eða eitthvað. Hann tapaði samt næsta bardag líka og eftir. Þannig að það eru bóka 2 í deildinni sem eru búin að vinna það núna í röð. Þannig að þú sért
ennþá nummið 3 eftir svona langt hlýða finnst mér bara pínu weird. Já, en þú sagði að hann sé ennþá rangt, sko. Það var talað sko. Nei, hann sé svona hot rank. Það er svona hotrangt. Já, það er annað. hann á að vera í topp 5. Já. Ég verður bara til að sjá hann í 4-5. Ekki 2. Nei, ég get alveg skrifað undir það, sko. En bara, þú veist, mér var stýtt bara... Var eitthvað að sjá Anthony Fluffy Hernandez aðeins og ofar hann á að vera ranked. Núna skil þið voru svo hýsast ég bara, en er það svona fárlega teik? Já, þetta var rosalega teik, maður. Herru, co-main event of the evening, Shara Magomedov á móti Michael Page. Þarna er UFC að gefa okkur öllum seinbúna jólagjöf. Já. Í þessum partí. Þetta verður entertainment. Já. Þetta eru 2 brjálæðislega entertaining strækarar. Ég veit ekkert hvernig þetta verður, sko. Bara ég hef ekki hugmynd. Þeir eru báðir með svo mikinn X-faktor. En alltaf bara Shara Magomedov er stærri maður, hann er millivittar bardagamaður, Michael Venom Page er veltuvittar bardagamaður. En Venom Page, hann er ofbúðslega fljótur inn úr range. Af hverju er að keppa út af því Michael Venom Page bara óska eftir hún var bara alveg sama og hann bara langar að berja þennan gaur út af að veit að þetta verður skemmtilegt það er enginn að fara að skjóta í einhverju helvits fellu ég held að það sem máli hann bara bað þetta og hann bara mér alveg sama þó þetta sé middleweight bara hann ætla bara að taka eitt svona side quest það er 1 flokkur hann á milli og Venom Page er hærri hann er 6 á UFC síðinu þú fókast alltaf svo mikið á hæð það er ekki skipta Michael Venom Page er welterweight já, en ég er að segja Venom Page er, þú veist, það er engin reach advantage í þessum stærðarmun en það er og ef þú ert ekki að fara að skjóta hann að fellur þá er það ekki að fara að breyta neitt brjálæðislega miklu hvort þeir eru sterkari hvað meintir við að þú veist að það verður flokkur á milli já, þú veist, það er bara 1 flokkur á milli mismunandi þyngdarflokkur þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki margir þyngdarflokkar á milli þeirra og Venom Page er hærri og þeir eru strækarar þannig að ég sé það ekki koma mikið in play kannski ekki eins mikið og þetta væri grapplar já, þá er þetta allt annað sko. en samt svona, þú veist ég hallast mikið að Shara bara út að hann er millivittar barnaðamaður já, ég er búin að vannmeta Page og rosalegt þegar hann kom í UFC já, þú spáði hann alltaf tapir sig já, það var rétt með síðast held ég hann er sexy underdog hann er hérna hann last fight til Page er mert sem loss en UFC gegn hann tapa jú það er rétt já, vissi ég á af hverju, ég þól ekki því ég man já, auðvitað ég þól ekki því ég man ekki svona hluti í miðjum þætti já, minnst alveg hörlega vandræðilegt já, þeir kjöftu og Gary vann svona grændað út sigur og var svo á hjólinu hjólæti hliðar svo fór Venom Page fór svo á Polaris 30 og vann Carlos Condit í grappling viðreik kannski er hann kominn kannski hann eitthvað tökum bara það verður enginn að skjóta fellur og svo skýtur hann í fellu oh my god, það verður geðveikt fyndið það verður fyndið, enga líkur á því nei, kannski ekki nei, ég þarf að kíkja á þetta ég veit ég er Page megin hann ég ætla bara að ég held að vinna þetta og það verður upset ég hef líka tilvægningan stuðlinn er góður sko 2.45 og Coolbet á Coolbet á Page nice. Og hvað, 1.50? 1.58 á Shara það er þokkalegu stuðl á minn mann Page já. Ég er bara búin að vann ég meina ef þú parar hérna Page og Imavov saman þá þú komið með gott parlay sko já, þú og parlay sko. þá þú komið með 7-8 parlay sko þú veist að miskilega hvernig parlay segja að vera að spila sko. já, sko er ég að miskilega? já hvað, út af því að maður setur 2 safe bets og 1 underdog með til að krydda en stuðlinn þá rýfur upp þú veist meðalverkildið á einhverjum sem er mjög örugt já, en ef þú sérði eitthvað svona sem er þú veist 2 bardagar sem er fyrst 50-50 en þeir eru með þetta sem alveg frekar uneven odds þá getur maður greitt svolítið vel að setja 2 underdog saman já, segir maður þessi 50.000 á Ísland nákvæmlega en svo, ok, ég með eina pælingu að því að sko, núna er Shara, hann er einegur hann er blindur á öðru auga sem hlýtur að fokka í depth perception sem ég myndi halda mögulega sem slæmt á móti Michael Venom Page gefið að hann er svona kardigæð sem fer inn og út endalaust Bisping var að mistari einaður ég held að hlýtur að vera eitthvað þú veist, þeir aðlaðast eitthvað ég heldur aðlaðast eitthvað sko það er samt á móti sem gæði sem er svona beint á móti
og bara að vinna með fjarlæðir skjóta fram og tilbaka, hrattinn út jú, það er svo sem Ég er svona í getur alveg þessu, spilað ef eitthvað það spila eitt inn í, þá held ég að spila inn í þarna. já, það er enda alveg það er gott teik sko, Já, það er vel lesið takk. Ég held að Sjara Magomedov eigi svolítið eftir að low-kicka Paige í drasl Já, og ég held að hann eigi svolítið eftir að taka þetta svona spring out of his step með low-kickunum sko. hafa ekki allir alltaf að gera það samt við Já, Page en út það af er henni með svona granna lappir og stendur svo gleitt með svolítið þungur á fremri Jú hann er góður í að komast hjá því sko. En Sjara svo sem með sparktækni og Sjara Svakaspörs sko. Hún er eitthvað annað það er bara, sparktækni og Sjara er eins og besta í UFC Muni eftir double bullet knockoutunni. Já, er það að tók olbóðana Já. Double backfist Já, double Já, backfist fyrir ekki eðlilega nett. God damn. En þetta verður entertainment, þú veist, ef ég geti veðjað á, ef ég geti verið Coolbet og setja á mest entertaining fight of the night, þá myndi ég setja á þennan. Ég held þetta verði skemmtilegast í barðaði. Fullkomlega samla. Ég er líka spenntið samt fyrir Pavlovit sem þetta Rosenstrike, sko. Já, það verður róttök í vonandi annar lótið. Það verður svona Collier vs. Sigurjón vibes. Já. Ég held að Pavlov, við förum í hann næst. Já, sammála. En vitið af hverju, en hérna, sko, kannski ekki rétt að segja, vitið af hverju, en Sjara Magomedov ætlaði að verða meiri í glímukappi og ætlaði að æfa hjá Khabib og pappa hans. En hann uppfyldi ekki skilyrði af því að hann neitaði að raka sér hárið. Já, ok. Að því að hérna, pappas Khabib var bara, herru, ef þú ætlar að æfa hérna, það var að fá nýja klippingu. Það ætla að vera hérna snóður með Ekkert yfirvaraskegg. Ég veit ekki hvað það megi verið með yfirvaraskegg. Ég held ekki. Ég held að hann sé bara að tala um að sko, þú var bara að vera snúður og bara stuttærður. Sjara er með Dagestan í skeggið. Já, þannig að það per se hefur ekki vandamál sko. En þetta var eitthvað hérna með hárið. Það var 3 requirements, bara klippaðar hárið og ekki æfa á nóttunni, af því það bara meikar ekki sens og mátt aldrei vera seinna á æfingu. Og hann bara, raka með hárið segirðu. Í alvörunni. Já, og þá bara hætti hann í gyminu og einbeiti sig bara. Sérstaklega út af því að annar svona örlítill veikleiki sem Sjara hefur sýnt er mögulega bensíntangurinn. Þannig að það er eitthvað sem að Khabib gimmið Já, þú veist, glíman er veikur punktur líka, sko. Já, en bensíntangurinn líka, hann er verið þreyttur. Þannig að það er mögulega svolítið mistök og þetta er ekki einu svona góð hárgreiðsla, sko. Maðurinn er svo ljón, hvað meina það? Já, ég menna þetta er allt í lagi. Ég skil að þú segir maðurinn með móttina. Sko, ég skil að Nonna finnist þetta flott. Núna ætla ég að setja myndalinn Nonna. Ég skil að Nonna finnist þetta flott því að ég og einn vinn sem er líka, hann er svona sköllóttur eins og þú. Hann er með svona hreiður og vesen. By choice. Já, með genum og var svona, tók örlítið frumhlaupa át og rakaði af. Hann var alltaf að fá mig til að safna síðu hári, sko. Það var eitthvað blæti fyrir honum allir aðrir vinir að sværa með sítt og svo lifði hann í gegnum okkur. Ég held að þú sett að gera það núna. Bara nákvæmlega. Að ég segir hann að lifi gegnum Sjara? Já, heldur þú sjáu hárið á hann bara, nei, það er hár á honum, það er flott, það er alltaf flott að vera með hár, heiðar. Já, mér er bara töff að vera með hár. Já, ég er sammála. Ömurlegur stundum, sko. Já, það er töff, en sko, hann er, þú veist, mér finnst það mega sens. Já, finnst þið mega sens að segja nei við Khabib gimmi fyrir hár? Ef ég fara að æfa hjá Khabib og Khabib var bara, herru, Nani, þú verður að hérna, raka þér hárið og verður með aðeins styrstilegri hárgreiðslu, þá er ég bara, I'm out of here. Já. Take my bags, I'm getting the fuck out of here, man. Þetta hár, it's gonna stay. Já, all this hair. Já. En pappans var fastur á því að það væri nú bara, væri bara með hár fyrir stelpunnar og stelpunnar koma seinna þegar hann var orðinn champion. Það er rétt, 100% rétt. Það er 100% rétt hjá honum, þá þarf hann ekki verið með hár. Nei, ekki þú ert komið pening og title. Pening og title? Nei, það er rétt. En ég veit ekkert hvernig þetta fer, en ég spáði þetta fari alla leið. Já. Ég held að það sé, ég sammála því. Það fari alla leið. Ég held að Venom Page er rosalega, ef hann er eitthvað svona, þú veist, vankast eða eitthvað, þá getur hann alveg lifað og góður er komið sér úr vandræðum einmitt, og ég sé hann ekki fyrir mér að róta Sjara. Nei. En annars væri ég svona, ég held ég væri Sjara megin í lífinu samt. Ég gæti alveg ég líka. Gæti alveg séð þetta sem bara svona
svona skemmtilegan teknískan point fight bara Já. en ok, ég Page megin hann að við hérna Það var svo ógeðslega fyndið myndi spánu sigri og svo myndi tapa Page, Já, ég veit það spánu sigri Ég að sjá að þetta er bara hérna út Ikram Aliskerov hann átti að mæta Andrew Muniz en Andrew Muniz bara með passport issues hann ekki fengið leyfi til að fara inn í landið Ég hef hann spenntur að sjá Ikram Aliskerov sko. Hann alltaf tapaði hann á móti Whittaker og þá komið tilbaka eftir það sko. Mjög spennandi gæði svona Hamzat Light En sko í næsta barða erum við að tala um sleggjur við erum að tala um ef það er ekki róttöki þessum barða það kemur svo óvart Þú varst að fara að stinga upp böpp Já, ég ætla að láta það vera Það verði ekki fleiri eftir nonna, það verði ekki fleiri plugg veðmál Jú, ég veist að ég sko Nema nonni vil ég remma Nei En já En Pavlovic að róta Rosenströk í annar lótu Annara lúti Já, Rosenströk hefur reynslun til að lifa fyrstu Ég held að hann sé ekki að fara að vaða í Pavlovic í fyrstu lótu Hann hefur náttúrulega látið, var ekki Derek Lewis en eitthvað sem rótaði hann í fyrstu lúti Rosenströk, já, örgulega Bara sett hann á rassinn Ég held að Pavlovic klára hann bara rótan bara strax Fyrstu myndinni Sko þetta er parlay bardagið og para þessi saman með Imhoff þá ertu komið með parlay Hvað er hérna og þú setur þá, þú veist, róttök á bara Pavlovic by knockout gætir take a trip on the wild side og hérna first round knockout Já, ég myndi aldrei á parlayinu mínu, ég myndi fara Nei, ekki svona nákvæmt En þú getur ég myndi fara í knockout á parlay Já, mögulega Og það ég sé bara ekki hérna bara að fara 3 hlótur, sko Ég held bara að fá ekki nógu sexy stuðul til þess að hafa að KO frekar yfir bara 2-win fight, sko Fattar þú þetta, mun ekki muna það miklu Já, en stundum er betra að bara taka peningin og spila aftur næstu helgi Já, það er svona rétt Heldur en kultúrlífisnum En það er 1.31 á Pavlovic Það er alltaf leið, ég meina það er ekki træðilegt Það er ekki træðilegt, ég er svona aðeins að smíða þetta í hausnum sko. Það er bara, þú veist, það er fínt En við paraði saman við skilur Imhoff að þarf að fá skilur næstu 2 á sem, þú veist, Sergei að vinna En sko, ég vil ekkert eitthvað kanta á Rosenströk sko. Hann er smúð sko. Hann er smúð á móti lélegum gaurum sko. Já, hann er svolítið að drekka pulsuvatn og kremi dósa sko. Já, ég meina þú veist, Gassi bardaginn, þar síndan Libra takta en Gassi náttúrulega bara gati ekki blöytan í þeim bardaga sko. Nei, hann hætti bara eftir fyrstu lúti Já, hann bara gasaði Svo minnir mig að í bardaganum eftir þá var Gassi ekki með svona lélegan tank sko. Nei, bara mjög lélegt sko. Því að, þú veist, hann náttúrulega á þess að karti Gassiev en verðbreifin hans hríðföllu eftir þann bardaga sko. Og Pavlovic er náttúrulega bara, hann er jafnast eftir mjög svekkjandi töp, hann mjög svekktur eftir bardagan sem getur Volkov Já, hann er alltaf brjálaður sko. Já Og Sergei Pavlovic var eftir þann bardaga bara ég var ómikið að leita eftir róttökinu þannig að mér finnst alveg líklegt að hann er kannski aðeins að stræka meira og bara svona setja inn högg og eitthvað Það er samt erfitt á móti Rosenströk sko. Já Að reyna að fara eitthvað svona vallega inn í á móti Rosenströk það er Rosenströk, þú veist hann er svona heavyweight boxari sem að fílar að berjast upp á stíin sko, fyrir hann að leita nokkatunni þannig að ég held að sé besta betti fyrir Pavlovic sem þetta að vera bara svinga svolítið Aggressive. Og vera smá viltur og aðeins fá Rosenströk til að bakka En er þá ekki séns að ég skólaði bardaga með Rosenströk tíma setja bara counter hann Ég myndi frekar út af reynslinu á Rosenströk þá myndi ég frekar að vera varkárari í að rössan Ég myndi ekki rössan Ég myndi frekar vera svolítið að jabba hann brjóta hann nefið í fyrstu Sko, þá ertu svolítið að spila bara styrkleikin hans Rosenströk sko. Rosenströk fíla það að menn eru bara svona standa rólegir á mótunum og hann getur verið að slippa og kýla Heldur hann vil ekki freka frá vilthögg sem er að vaða á mótunum sem hann getur bara Það er svo mikið kraftur í Pavlovic veist, að það er bara, þú þarf svolítið að forða þér þegar hann lætur vaða sko. Þú vilt ekki lefa hann að selta þig sko. Nei En ég hugsa bara hann leiði sér aðeins að pointfæta skilur bara til að koma bóksun í gang það verður að leita róttökinu Svo held ég geti líka verið að hann vilji fá reynslutur sem bardaga hann sem bara þangað til að kefta mútið í Aspinall bara var ég að róta gaura á 10-20 sek kannski mér langar að prófa að berjast aðeins sjá hvað gerist þegar meira en 30 sekundur búnar að bardaga Já, sammála mögulega
Ég set þetta á Sergej Pavlovic. Já, ég líka. Rótök í fyrsta eða annari? Ég hallast það Rótök í annari. Já. Snemma í annari. Já, ég það líka. Þá Pavlovic búin að keyra upp vélina og nota Það er hljómar rétt, sko. En það ekki? Já, ég held að. Allir sammála? Já. Hann búin að tapa bara svo við litum út eins og fíp. Same. Þetta er náttúrulega ekki pay-per-view card, þannig við þurfum kannski ekki að renna yfir alla barðana. En ég meina honorable mention sem að þið eruð að pæla í sérstaklega. Ég meina, mér finnst Said Nurmagomedov, Vinicius Oliveira spennandi og svo náttúrulega Fares Siam, hann mjög flottur á móti Mike Davis og Terence McKinney náttúrulega alltaf skemmtilegur. Já. Þú veit svona, svolítið að snesta á sömu hlutunum og ég hefði viljað gera. Já, sko, þessi Mike Davis, hann er favorite. Það er ekki annars veit sem Jú, Mike Davis er 1.68 móti 2.24. Ég hefði haldið öfugt, sko. En já, þetta bara flottur barda, þetta gott matchmaking. Mike Davis svona bara á 4-fight win streak og búin að lukka vel, sko. Síðan maður bara búin að grípa aðeins meiri kannski fyrirsærnir og athygli. Já, hann er svona flashy guy. En Mike Davis er svo flottur bardaðamaður og þetta er alveg ástæða til þess að tjúna inn á prílimsuna. Já, algjörlega. Svo nú reyndar hérna Jasmine Just Vicious sem átti Mayra Bueno Silva. Just Vicious er favorite. Já, ég trúi það. Minnst eins og hérna hlutabréfinar Mayra Bueno Silva hafi bara rakað. Já, algjörlega. Svolítið tjekkuð núna í síðustu bardaðum, þú veist. Ef hún fær ekki að vaða áfram og hræða gellur í að hlaupa undan sér, þá lendur hún í pínuðu vesenni, sko. Já, það getur verið rétt sér, sko. Var hann ekki líka poppið eitthvað fyrir þér að... Nei, það var hann að rita líninga acid. Hún var bara tekið fyrir átt í hátíliðinu sín. Já. Það var rétt. Einmitt. En já, tapar fyrir Raquel Pennington í átti umulega stöðum á Raquel Pennington. Já, bara það var hann að leiðilegast í titilbardaði allars tíma. Já, einmitt. Og Macy Kershaw bara stoppaði hana. Með skurði. Þannig að ég veit ekki, mér finnst eins og mér finnst samt eins og hún eigi svona einhvern veginn. Það er að reinventa sig. Já. Svolítið. Ef hún gerir það... En er hún ekki ánum svolítið gömul? Verður bara Silva? Mingi bara 30? 33, nei, hún er ekki það gömul. Mér fannst einhvern veginn sem hún var eldri. Já. Engin aldrei á sig. Just Vicious, hún er eldri það ekki. Jú, 35. Jú. En einhvern veginn virkar... Það eru bara báður á svona eiginlega á kjör aldrei. Já, algjörlega. Just Vicious er búin að reinventa sig. Já, Mayra Bueno Silva er svona detta inn á þess. Ég bara spurning hvort að Bueno Silva geti reinventa sig á þessum tíma í sínum ferli. Ef hún getur það, þá er hún hefur qualities sem að góðu bardaðamaður hefur. Hún er sterk, hún er aggressív, hún tekið slatta damage. Hávaxin. Já, hávaxin. Ég væri kannski til að sjá aðeins meira hjarti í henni þegar það gengur ekki vel. Já. Finnst mér svolítið missa dappin og trúna hratt. Einmitt. Ég held að svona nett sammála þessi teik. En þetta er svona eitt af þessum kvöldum sem að endar á háunóttunum. Ég þarf ekki meina eventi bara að byrja á svona 9. Jú, þetta, við svona 6 á þann en það main cardi byrja kl. 5 á íslenskum tíma. Main cardi kl. 5? Þá er það bara 8 main eventi, sko. Já. Þetta er bara helviti þægilegt snemma að sofa og bara... Ætlum við að gera eitthvað watch-along, gera eitthvað skemmtilegt úr þessu eða? Já, það ekki. Já, ég til það. Við getum, reynum að dunda ykkur í sjónvarpíðina og verðum eitthvað watch-along og eitthvað svona skemmtilegt. Kannski eitthvað livestream og eitthvað. Prófa svona nýja hluti. Já. Ég til eitthvað svolítið. Já. Kannski fá eitt guest og eitthvað. Já, hvernig verður það? Ég er nú kannski með efnilegt sjónvarp sem við getum fengið í einn dag hérna. Já. Ég ætla að sjá. Geggjað. Efnilegt sjónvarp. Já. Þetta hljómar sem þetta fara að ræna sjónvarpi. Nei, ekki beint, en næstu því. Náttúrulega, við erum með 2 íbúðir, ég og konan, og við erum eiginlega bara á einum stað, alltaf. Einhver er innkoman maður, þú veitur menn að gera það gott maður. Ég og konan er með 2 íbúðir. Sko, ríkistarfsmenn sem er að vinna á fjölmiðlum og borga með því. Þú veist, we're making money, man. Hala inn. Shit, þú veist flexin. Þetta er bara, 20.000 í stundum. Yfirleitt ekki, í lokmána. Yfirleitt enga krónur samt, sko. Nei, það er vissla. Þetta verður örugglega endurinn á þættinum. Ég verð mögulega ekki með í næsta þætti. Við sjáum til hvað við tökum hann upp snemma á mánudaginu fyrir. Mér langar til að gera það. Já, við hendum þátt mánudaginn. Þú fær ekki að sleppa undan þessu núna. Já, gamli þrjóturinn þarf að skella sér til Thailands. Fara að æfa á eitthvað. Þú vart að fara að kampast fyrir mig. Já. Ég er bara að ákveða böppluginn sem þú fáðir.
Nice. Já, ég ætla að taka mót af tippinu mínu Nei. og gera að buttpluggi. So make your own dildo. Já, svona make your own dildo dæmi. Ég til í það. Svo- Það er gott plan. Það er gott plan. Við gerum það. Hann verður þá allavega lítill. Treystilega, já, hann verður mjög lítill, þannig að þú hefur ekkert að óttast. Nei, fyrst úr það var ég bara, fuck, það er óþægilegt. En svo ég sagði, nei, þá, þú veist, allavega ekkert alltaf stór, skilur. Getur ekki fengið eitthvað sem titrar og fyrir svona ringi? Það er ekki buttplug. Svona rodeo. Það er einhver hjólalegu titrari, sko. Já. Tökum það ekki mál. Venjulegur buttplug var En djöld fílaði þetta make your own dildo. Já, það er það. Já, er það ekki? Það er planið. Ég Þú veist mun með heiða bara verið finna bara nákvæmlega hvernig það er. Já, þú mun bara finna nákvæmlega hvernig það er. Djöld er það gott plan, maður. Já, þetta var geðið plan. Shit. Og allir hérna, Heiðar getur að plugga þessu fyrir mig brandararnir sem þú myndir að heyra. Nei, sko, það er líka eitt sem var að renna upp fyrir mér og er bara að renna upp fyrir mig síðustu vikuna. Já. Þú er búin að æfa eins og morðingi núna í ár. Hann var leiðin Meira til en ár. Thailands í mánu. Já, ég menn, en þú veist, þú er búin að æfa daglega núna. Já, Í ég ár. branna þessu út og eitthvað, ég er alveg kósí, sko. Þú er búin að Það er bara æfa pínu skeri, sko. mjög vel, sko. Já, ég er búin að æfa pínu mikið. skeri, sko. Já, og hérna. Og þú veist, þetta verður alveg competitive, það verður góðu bardagi, sko. Já, Ég er að leggja fáranlega mikið undir Já, í close bard, eða þú veist, í einhverju sem að stuðlarnir væru bara svipaðir, held ég. nei, þú Ef veit alltaf, ég er alltaf underdog. Við þurfum að fá kúlbett til að setja stuðla á þetta. Já, það verður gert, sko. Það verður Já. gert. Já. Það lítur að gera. Ég held að núna Þeir er ekkert, ef ég ætti að búið til stöðluna, Mm. þá er þetta bara even, sko. Even Steven. Já, Ég ég veit svo held að- vant alveg að kýla mig andlitið, sko. Já, en En- þú er bara búin að æfa ofbúðslega mikið Já. og svona, þú var að segja mér áðan og hafi bara verið að gera ykkur headkicks á kippásæðingi í gær, sko. Já, ég er búin að halda liðleikunum, sko. Veistu hvað er hæsta sem ég get sparkað í augnablikinu? Það er sennilega öklin á ykkurum. Ég sá um þetta var eitthvað vídeo og það var eitthvað maður, eitthvað nonni eitthvað í einhverju svona kynningavídeó, sparkaði svo í púða. Ég var alveg svona, já, Já, það er alveg proper sparkað á honum og gallabuxum og eitthvað. Já, þetta vippa í eitt. Já, það var alveg... Þannig að ég er hún spenntur, sko. En þú veist, ég það er ekki. peppaði fyrir þetta og hérna... Mér lakast til að mæta með- Pínu stressaður, sko. Plugin í búrið. Ég og bjóst bara- ekki við að verða stressaður, sko. En ég er Nei, pínu, en það er gott. Þú stressaður, sko. varst búin að byggja mig að samþykkja bardaðan til að fá Já. eld undir rassinu Já, og eitthvað. já. En ég er spæði að taka sko Muay Thai bardaða úti. Já, Shit. Það er hann í Bangtao Center. Why not? Þá getur svona hvað afandur sem er tekið bardaða og eitthvað. Getur- Ég er bara það. ég hef verið geðvett, Og geðið líka að segja bara, já, ég er bara svona í Bangtao Center. Ég þarf enda að redda mér ykkur hörðu sparri sko á næstu vikum. Mm. Þú veist, ég ætla ekki að taka neinn hörðspör 2 vikum fyrir. Bara og ég væri fínt að við myndum báðir svolítið svona að reyna að komast hjá meðslum síðustu vikurnar. Já, sjálfsögðu. Já, Það er þú ekki veist. hægt að púla út, sko. Nei. Ég held að þetta má plugin sem skammavelum fyrir að púla út sko. Já, svo sem púla út. Já, bara þá er ekki, þá pössum við okkur, skilur við. Já, við getum gert eitthvað svo liðs. Ok. Ég hugsa mjög vel sérlega, ég er að fara í sund og heita hann kaldan núna, bara veintið til þáttinn og... Já, ég hefði gert það að ég tekið sundföldin bara með. Það er skemmtileg tilvíðun, Mm. en ég kom með sundskilu og hanglaði handa þér. Herðu, þá er ég bara að fara með þér. Er það ekki? Næs, jú, geggja Geggjað. með þér. Ég veit að enginn tökum kampið saman. Já, en sko, þetta er svona ok, minnst þetta og það er oft talað um svona friendify, bara bla 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 það er hægt að gera þetta svona, skilur Mm. það er hægt að vera þú veist, þú þarft ekki að hata gaurin sem þú ert að vera að berjast Ég og held þú að veist, hjálpi. ég ætla alveg að reyna að meiða þig í þennan tíma sem við erum að berjast og þú Já. ert eftir að en ég er svo sem ekki að reyna að fara að slíta neinar hásinnar Nei. en svona meira svona superficial Já, meiða þig já, og þú mig, Já. en það breytir ekkert my feelings for it, man Nei, semulegis. En þú veist alveg satt, sko, maður þarf ekki að, sko, ég vil helst ekki að neitt, sko, fara eitthvað varalega skattaður. Nei, Eins og ég veit að þú ert með málplötu í öðrum fætinum já, og ég já geti alveg sagt þér það, skil, ég er ekkert að fara í þann fót, ég er ekkert að fara Nei. engul, fara í Já, eitthvað legg- djöfnleikut legg- fótalás legg- og eitthvað og í eitthvað játplötu, sko. Nei, við erum heldur ekki að fara að taka hérna oblique-kickin Nei, Nei, við- það þetta er bara er amateur náttúrulega því reglur. að við getum bara reglur. eyðilagt Já, Við Það getum er bara amateur reglur. Það verður amateur reglur og það eru Já. bannaðar. Já, Bannað að gripa í búrið, bannað að fóta í augu, já, bannað hnið í andlit og... það er með listulega Það er bara flott og svona heiðurssamkomulag að vera ekki að rífa upp einhverjar plötur og játplötur. Já, og vera ekki að skemma neitt Já. eitthvað svona vísvitandi eins og ekki að fara að púlla hérna Johnson að taka overhookin í einhverju svona klinsi og fara að reyna að rykkja öxlin úr lið ég margótt sem gera þetta sko þetta er mjög óþægilegt að horfa á Já, þetta fucking dick-ass move. en já, flott Geggjað, herru, það var skemmtileg þáttur, ég þakka öllum fyrir að hlusta og við sjáumst aftur að viku liðni, já, fullubátur,
tómubátur, hver veit hvað verður, en það verður að sjálfsögðu þáttur í næstu viku. Við þökkum öllum styrktaraðalum og öllum fyrir svona hlustuðu og við sjáumst eftir vikulínni. Takk fyrir okkur. Takk.